Góðan daginn og verið velkomin í þriðju útsendinguna á Vítargó keppnisröðinni. Í dag þriðji bikar og einnig erum við að keppa Íslandsmeistaratitilinn. Við ætlum að byrja á karlakeppninni þar sem við erum með töluvert marga þátttakendur, en við ætlum að byrja þessa útsendingu með fólk í setti. Hjá okkur Ása og Auðun. Við ætlum að fara aðeins yfir keppnina, yfir brautina, yfir keppendur og kannski örlítið víðara en það og bara svolítið að halda upp á þetta. Þetta svolítið bara hátíðan á að senda út hjólreiðar á Íslandi og geta verið með útsendingu og samtal það sem að gerast. Já, og hvað varum við búin að kalla þetta? Var þetta Swift-hornið eða við getum líka kalla þetta Vítargó-hornið? Já, sem styrktaraðilinn okkar að þessari útsendingu, þessum útsendingum sem eru í samstarfi við Rafíþróttasambandið og við erum í stúdíónu hjá Rafíþróttasambandinu núna. Í Arena í Smáratorgi? Já. Já, einmitt. Ekki Smáralind. Smáratorgi. Já, þú byrjaði það. Ég byrjaði það, já. Það er hana. Já. Nei. En sé kannski fyrir þau sem ekki þekkja þig, þú náttúrulega ert þaulreynd hjólreiðakona. Já, ég er búin að vera í þessu mjög lengi. Já. Og finnst þetta alltaf jafn gaman. Og mér finnst þetta er bara frábært framtak og aðeins að líka upp á febrúar. Já. Hafa eitthvað svona tækifæri til þess að fá einhverjar hjólakeppnir inn þegar allt er leiðilegt úti. Já. Og ég er að þjálfa hjá HFR. Já. Og búin að vera að hjóla síðan, 2001 eða eitthvað. Þannig að, bara mjög lengi. Í dag erum við með 23 þáttakendur í karlaflokki sem að skiptist niður í A og B. Við erum með 8 í A og það er að vera að koma líka inn. Við sjáum hérna á þáttakendalistanum að þeir sem eru feitleitiraðir, það eru þáttakendur í dag. Og í stigakeppninni þá Tobbi, hann er með fullt hús stiga og það er reyndar áhugavert af því að allir þeir sem hafa unnið í bikarkeppninni eru allir með fullt hús stiga, þeir sem eru efstir í öllum flokkum, í báðum kynjum. Já, ok, bæði A, B og einmitt. Bæði A, B, í kvenna og einmitt. Já. Og það var heldur ekkert gefið þarna síðast að þetta myndi fara svona því að þetta endaði í sprettum og einstaklega spennandi sprettur í kvenna. Já, mjög spennandi í kvennaflokki. En þetta er mjög áhugavert að sjá þarna náttúrulega þess að sjáum í A-flokkinu það er enginn sem er unnið Tobbi beint nema Jóhann Almar ef Tobbi sprengir. Já, hann bara hreina detti út, Detti út sem kom fyrir Hannes, fréttum það áðan að Hannes hefði dottið út í síðustu keppni vegna tækniörðugleika, þannig að það gæti gerst. En það náttúrulega eru komnar hansi góða kanonur hann inn núna bætast við sem í A-flokkin. Ég sé það reynda núna að vantar stigin á Hannes. Starta hann alveg út, náði hann ekki að klára eða? Ég man ekki alveg nákvæmlega en við látum fara yfir það. En allavega að það þarf mikið að gerast þannig að Tobbi ná ekki bikarmeistaranum þarna og sama með Martin í B. En sko, ef við horfum á Íslandsmeistaratitilinn, ef við einblínum á hana, þá erum við náttúrulega með þarna, við erum með Ingvar sem er að taka þátt núna, við erum með Eyjó, Davíð og Kidda. En síðan sko, það er svo áhugavert að sjá þessa 3 sem hafa komið inn, bara aðalega 2 sem hafa komið inn sem wildcard í þessa keppni og það er Jóhann og Hannes. Jóhannes og Hannes. Af því að við höfum ekki séð þá áður í keppni og þeir hafa verið óbúðslega sterkir. Já, það var kannski svo við ásafum að ræða aðeins fyrir útsendingu að þú getur nefnilega, þetta er ekki alveg eins og hjól úti og þetta er pínulítið önnur íþrótt. Þannig að þú áttalega og endilega er þetta mjög stuttar keppnir þannig að þú þarf bara að vera með gott svona sprettþol en ekkert endilega geta hangið þarna í háu álagi í langan tíma. Þannig að það er alveg að gefa fleiri mönnum og konum séns á árangri sko. Og það sést bara þarna eins og með Jóhann og Hannes. Já, þetta er svolítið skemmtilegt út af því að þú í rauninni þarft að nota þessa aðra taktík í Swift-keppni heldur en í bara venjulegri götuhjólakeppni. Þú getur í rauninni ekki mætt með bara sömu pælingu að þú væri að mæta í götuhjól. Þú þarft að hugsa þetta aðeins öðruvísi. Þetta eru bara í rauninni allt aðrar aðstæður og það er það sem gerir þetta skemmtilegt.
og kannski, þú veist, fyrir sumar það ákveðin kostur að hafa prófað að keppa áður, bara til þess að sjá bara hvernig trainerinn virkar, hvernig hann svarar, út af því að hann svarar aðeins hægar, það mismunandi, þannig að það eykur svona líka þess að, þú veist, þetta öðru vísi. Það líka svolítið skemmtilegt og þá mitt þetta koma inn óvæntir aðilar og það bara ótrúlega skemmtilegt að fylgjast með þessu. Og þá vonandi bara hvetjandi fyrir þá til þess að halda áfram og koma þá út í sumar líka, sko. Svo náttúrulega einmitt í þessu að því að maður sér þegar, þú veist, eitthvað að fara að gerast, við sjáum vattatöluna tikka inn, sko, en þegar maður í keppni, að þá heyrir maður í gírunum, þegar byrjaðir að hreyfa til, sko, áður en að fara þér á stað. Þú veist, að þá ertu með eitthvað sekúndubrot, sko, fyrirvara versus það að vera bara að sjá, sko, vattatöluna breytast skjánum. Já, þetta er náttúrulega frekar sjónvarpsvænt sport, sko, sem Swift. Þetta er náttúrulega bara klukkutími en ekki 5 tímar. Þannig að fyrir það sem ekki, sko, svona all-in hjólar kannski eins og við, sem getum hort á hjólarkeppni í 5 tíma. Og finnst það spennandi alla 5 tímana. Að þá svona fyrir eins og, fyrsta keppni var bara rétt rúmur hálftími og seinni var aðeins lengri og þessi verður nú kannski örlítið lengri, svona miðað við brautina. En þá væntanlega líka skemmtilegar að horfa og bara tæknimaðurinn okkar orðinn mikill aðdáandi Swift hjólreiðakeppna. Aldrei hort á hjólreiðar áður, sko. Frábært. Þannig að þetta bara gefur svona skemmtilegan, twist í hjólasporti, sko. Og kannski styttir biðin af sumrunni, eins og svo að segja. Já, mér finnst það. Þetta er mjög... Ég enda sjálfur eftir að prófa þetta. Ég hef ekki prófað keppni í Swift, sko. Þú hefur ekki prófað keppni í Swift. Þetta er ógeð, sko. Já, Þetta er mjög gaman, sko. Já, þú veist, það við sjáum það alveg fyrir að fá myndir, við hefum ekki myndir af keppendum eftir keppni og misglæsilegar. Já, og við ætlum að reyna að ná á Íslandsmeistarann á eftir, þannig að hver sá sem að vinnur á eftir fær hlekk frá okkur og við óskum eftir að fá viðtal og ég vona bara, ég reyndar hafði ekki sendt öllum skilaboð eða sendt neinum skilaboð að við værum með þessar væntingar en þær eru bara... Það vita það núna kannski. Já. Er þetta ekki bara sjálfsagt? Já. Og Íslandsmeistari þá hlýtur að koma í viðtal. Já, ég sé það í öðrum íþróttum þar sem þau mæta ennþá móð. Einmitt. Í viðtöl. Já, þannig þetta á þess að ég segi, ég hef tekið svona keppni sjálf, náttúrulega ég er búinn að þetta er 3. árið sem við erum að lýsa þessu, ekki rétt hjá mér? Allavega 3. Allavega 3. Og ekki 4. Og það er alveg þannig að fólk er að setja FTP met í þessum keppnum, að þær eru stuttar og þú ert að halda bara max power í hálftíma til klukkutíma eða eitthvað leiðis, en þú ert einmitt að halda max power í þann tíma, sko. Og flestir eru einmitt að fá PR í segmentunum, sko. Og við sjáum það að það sem er líka sem gerir þetta sjónvarpsvænt og skemmtilegt á að horfa er einmitt að þú getur verið að skoða vattatöluna, þú sérð hvað er að halda meðalvöttum og náttúrulega á þann aðeins sem við erum að fylgjast með sérðu vattatöluna en sérstaklega gaman að fylgjast með vött per kíló af því það er svona eitthvað sem maður getur borið saman við ég get borið það saman við mig og það sem er að horfa, hann getur bara þessi með svona mikil vött per kíló, ég er að vetta svona per kíló. Þannig að maður sér svona hvað stend ég til þessi samanburði við þessa aðila. Og þá það sem ég fannst áhugavert í keppninni sem var síðast var það að á tímabili voru stelpurnar með hærri vött per kíló heldur en strákarnir á sömu braut. Það fannst mér mjög áhugavert, sko. Þannig að það er ýmislegt svona skemmtilegt í kringum þetta. Já. Svo náttúrulega erum við með alveg 15 í B-flokknum. Þú veist, er ykkur nöfn þarna sem að þið sjáið að gætu mögulega verið að fara að stríða A-flokks? Já, við vorum náttúrulega ekki búin að koma inn á það. Þú getur náttúrulega orðið Íslandsmeistari þó þú sért að keppa í B-flokki. Já, það er bara, þú þarf bara að vera skráður innan vébanda ISI. Já. Eða hjólreiðadeildar eða hjólreiðafélags og það eru langt flestir þar og svo náttúrulega, bara vera með íslenskan ríkisborgararétt. En sko, ég get ekki séð, þekki nú ekki öll þessi nöfnanna. Við erum náttúrulega sumir búin að vera að keppa áður og þekkjum þá. Og þá náttúrulega eru þannig sterkir eins og Martin sem er náttúrulega búinn að vinna báða keppnina hingað til. Já. En hann hefur ekki átt möguleiki þegar þeir fara í brekkurnar og þannig að mér finnst nú ólíklegt að hann breyti því eitthvað þessari keppni en mér finnst hann er langsigurstrangur í B-flokknum samt. En já, ég er ekki að sjá
Ég vona móka ekki neitt, að það er eitt sem líklegur til svo Íslandsmeistari allavega í B-flokknum. Nei, það verður þá allavega mjög áhugavert. Já, það verður mjög áhugavert, já. Já, einmitt. Af því að við höfum séð sko bæði annars vegar þá í fyrstu keppninni að þá vorum við að sjá hvernig A og B voru að hanga svo lengi saman. Já, já. Það slitnaði svo seint þar á milli og eiginlega bara slitnaði valla í fyrri keppninni. Í fyrri keppninni. En svo aftur á móti núna í seinni þar sem vorum með aðeins fleiri brekkur að þá sjáum við greinilegan mun á A og B. Já. Þar slitnaði það fljótt á milli sko. Sem er alveg líklegt þá í þessari braut sem þeir eru núna. Sko. Já, og en ef við kíkjum á brautina, hún er, við höfum sá sem á valdi brautana hefur ekki fengið mikið uppklapp, eða allan ekki svona hildar. Nei, ég fekk skilaboð í dag sem, ég ætla ekki að nafngreina þann aðila, hann var ekki glaður. Þannig að þetta var ekki braut fyrir 100 pluss menn. Já, og já, var farið eitthvað svektur með þetta. Sem ég skil. Ég fann alveg til með honum með því. En þarna verða farnir 3 hringir í þessar braut. Lítinnið er ekki nema hvað, 30 metrar? 30 metrar, já. Og þá erum við strax komin í brautina. Heildarhækkun á hvern hring er 204 metrar og hver hringur telur 10,4. Þannig að í hvað voru komin upp í 30 og 2,67. Já, eitthvað svolítið, já. Já, sem heildar vegalengd. Tæplega 33. Já. Og við sjáum þetta sko að það er bara eitt svona, ég man ekki hvað þetta kallast, sem er registered climb, eða sem er skráð brekka, sem er þarna Yorkshire Com Rev, sem er 1,2 km og 3,8% af meðaltali og hún er bara eftir einhverja 500 metra sko. Já. Þannig að það mun mjög líklega slitna mun hraðar milli A og B í þessari keppni heldur en keppnum undan. Já. Sko, síðan reynir maður svona að sjá fyrir hver verður leiktæknin, sko, hvernig ætli sér að gera þetta? Já, og þá koma líka hvernig ætla að nota til þess bara power-ups. Það gæti verið að skipta máli þarna líka. Við höfum ekkert mikið séð að það skipt máli, menn hafa verið að nota þetta aðeins. En ég held að það er ekkert margir sem eru einhverju atvinnumenn í að keppa á Swift hérna. En þau geta alveg munað þessum kannski sekundubrótum sem þarf oft, til dæmis bara eins og í spretti í lokin. Einmitt. Þannig að alveg munað að nota það. Já, en þetta er mjög áhugaverð braut upp á það að gera eins og því. Það er bara eitt sem er svona skráð brekka, en þetta er samt eiginlega bara brekka. En það er bara ekki svona skráðar. Já. Þannig að þú farir bara doppóttupeysuna fyrir fyrstu brekkuna. Já. Ef við förum út í það, við vitum hvað doppóttupeysun er, þá er það sem er með hraðast upp brekku, sem er merkt og er eins og í Tour de France. Já. En það er bara fyrir þessa brekku sem við getum að fengið þá treyju. Hitt er rauninu bara ekki merkt sem brekkur, en þetta er bara upp og niður. Og bratt. Þannig að maður sér það. Já, það er alveg brattið þarna í brekku nr. 2, nei 3 segi. 3, já. Snörp og brött. Snörp og brött, þannig að þetta verður áhugavert að sjá svona hvernig þeir spila úr því. Já, þetta verður mjög áhugavert eins og við erum með náttúrulega, það er að koma þarna 3 mjög sterkir, afsakaðu Maggi, ég skil ekki taka þig með þeim hóp, Maggi er að hlusta, hérna koma 4 nýjir inn og það er 3 mjög sterkir hjólara sem er Davíð Jónsson og Eyjólfur Guðgeirs og Ingvar og allt strákar sem hafa unnið stórar keppnir hérna heima og þeir eru að koma hann allir 3 inn og síðan fylgir Magnús með þeim inn og hann er ekki unnið margar stórar keppnir, þess vegna tel ég hann ekki með en það verður mjög gaman að sjá hvernig það mun breyta bara svona, hvað maður segja, andrúmsloftinu í keppninni sko. Dýnamíkinni sko, og hvernig Topp ætlar að setja upp keppnina núna, hann þarf örugglega að hugsa um hvernig öðru seldur hann gert áður sko. Já. Og síðan náttúrulega Kristinn Jónsson er ennþá og sjá hvernig hann kemur líka núna. Þannig að þetta er alveg orðið mjög sterk keppni núna hann líka Íslandsmeistaratitil í boði. Já. Og Ingvar er ríkjandi meistari ef ég man rétt. Já, frá því fyrra. Já. Já, það ekki. Efast hann vilji tapa þeim titli. En sko það sem við sáum síðast þegar við vorum farin svona 3 hringir með smá brekkum að það voru allir að halda í sér
þar til bara rétt í lokin. Það var engin með læti í brekkunum. Nei, þannig aðeins að flestir íhaldsamir bara. Já. Já, það er spurning hvort að það gameplan mun eitthvað breytast þetta. Ég er svona, ef ég ætti að spá fyrir sem ég er ekki, það er ekki gengið vel hingað til, að fyrsti hringurinn verði ekki mikið læt á fyrsta hring. Nú er ég líka bara að espa þessu upp hérna göruna til þess að vera með læti. En síðan spurning hvað gerist á öðrum og þriðja. Eins og var náttúrulega síðast. Og að því við talaðum við síðan Lilju spáminn, þá náttúrulega spáðum við endarspretti í fyrstu keppninni sem var flötbraut, sem var síðan ekki. Toppi tók bara á skarið þar og stakk af þegar voru held ég 5 km í marka eða eitthvað svoleiðis. Og hann gerði reyndar mjög svipað síðast en það var samt bara í síðustu brekkunni. Þannig að hann enda ekki endarsprett eins og stelpunarlegin fóru síðan í þeirri keppni. En þess að heldur að sé, þú veist, hvað maður segja, vænlegt að reyna að stinga af í þessari braut? Ég held að sé alveg, þú veist, það er nefnilega málið með Swift, þú veist, það er svo skrítið, þú veist, þetta getur nefnilega alveg, þú veist, það getur alveg borgað sig. Að taka bara þetta fyrsta klífur eða þetta bratta og bara fara út af því að þú veist að þetta er stutt og ef þú veist að þú getur haldið ákveðið út af því að svo er það bara einhvern veginn þannig að ef þú kemst í burtu, þá er ótrúlega erfitt að ná þér. En svo kemur á móti að ef hópurinn er að vinna vel saman fyrir aftan út af því að þó þetta sé Swift, þá gefur það þér, þú veist, það munir miklu að hafa hópinn, að þá getur líka verið mjög erfitt að komast í burtu, þú veist, þú þarft að ná svolítið góðu forskoti til þess að þetta sé komið. Það er líka spurning sko eins og með bara power-upsin, að veist, hvort að það getur nýst þér ef þú ert að fara að taka eitthvað svona solo hring. Já, taka svo bara trukkinn. Já, og bara heppin að fá trukkinn oft, þá kannski getur það aðstöðað þig. Þannig að já, ég er bæði að reyna að espa aðeins upp með því að segja að vera með læti í fyrsta hring, en ég reikna ekki með því. Nei, við kannski ættum ekki að spá mikið þetta, ég og þú. Nei, það hefur ekki gengið vel hingað til, sko. Nei, en sko, ég var líka einmitt að velta fyrir mér, þú veist, þegar maður er á götunni af því að við hjólum ekki með eyrunum hérna heima, þannig við vitum aldrei sekúndunar sem er í næsta hjólara eða langt. Þú veist, hefur það ekki kannski líka áhrif þegar maður er að reyna að ná hóp eða þú ert að reyna að halda þig frá hóp, að þú sérð alltaf á skjánu hvað er langt í næsta? Jú, það hlýtur að hafa áhrif, þú veist, að þú vitir það að þú getur séð, þú veist, að þú komið með 20 sekúndur, þá veistu þetta að það eru meiri líkur heldur en að þú ert bara með 5. Þú getur séð það alltaf í þessum keppnum. Já, og þú sérð það þarna líka, sko, þú ert með vöttin. Þannig að þú sérð ef hópurinn er að fara að auka hraðan, þá getur þú aukið hraðan líka á móti sem þú kannski ert ekki eins mikið að fylgjast með þegar þú ert með það fyrir aftan þig, sko, úti. Þá fyrir bara að heyra kannski eftir smá tíma, en þá ert kannski orðið of seint að fara að bregðast við því, sko. En nú eru nokkrir sem við erum ekki með í dag, eins og dæmis Breki, hann hefur verið öflugur. Hvernig er svona ungi hópurinn í hjólreiðunum, af því nú eru þið flestir í HFR? Þau eru bara mörg að æfa alveg ótrúlega mikið og á fullu, sko. En þau eru svona, sko, ég held líka að þetta sé, þarna kemur pínu með þetta að þetta inn í hjólreiðarnar, þær eru aðeins meira miðaldarsport heldur en hjá unga fólkinu, sko. Þeim finnst þetta pínu erfiðara, þó þeir séu núna inn í vegsport í öllum fötunum í einhverju heat-training. En þá er þetta, þú veist, það er líka þessi, þú veist, ertu með trainerinn heima. Þú veist, ég veit eins og Breki, hann var að reyna að taka þetta inn í vegsport, þú veist, þar sem netið er pínu iffy. Þú veist, og þetta er alltaf svona, það er ótrúlega leiðilegt að fara og vera svo að missa, þú veist, tenginguna, þú veist, bara eins og Hannes lendir í þarna, eða skilji, þú veist, það lendir í einhverju veseni. Það er ótrúlega leiðilegt þegar það er bara út af því að missa tengingu og svona. Og þau eru ekki öll með einhverja rosa góða treinara endilega heima á sér og eru mikið að hjóla bara í vegsport og þau séu auðvitað með ágætisaðstöður. En þau eru þarna nokkur alveg að æfa bara mjög mikið og ungu strákarnir eru alveg á fullu og við erum með nokkrar stelpur líka sem eru mjög duglegar. En okkur vantar núna, það sem ég finnst okkur vantar núna eru svona undir 15, undir 13, eða þetta yngri. Það vantar svolítið, við erum með alveg nokkuð góða krakki, U17, junior, núna að koma upp í junior alveg sterkar stelpur og strákar sem verður mjög gaman að fylgjast með. Og svo er þetta bara í U23 og stelpur sem eru að koma upp í og eru að fara svolítið í
koma kannski inn í B-keppninar, Já. þú veist, og svo A. Þannig að, þú veist, ég held að verði gaman í sumar, sko. Já. Ég ætla að skjóta inn í, af því ég hef nú bara ræðið á þann að ég er með hjól í láni, og nú alltaf lengi, að bara ef ykkur foreldrar að horfa og langar að prófa, þá eru til með hjól já, sem er hægt að leigja. Svona lítil götuhjól og við verðum örugglega með námskeið í vor, þannig að, þú veist, ef einhverju vilja, þú veist, prófa, það er rosa gaman, sko. Já. Þannig að það er hægt að fá, það þarf ekki að leggja út fyrir hjóli alveg strax. Nei. Það er oft svona smá þröskuldur, það er öll þessi hjól, sko. Já, þetta að pröfa sportið. Já, það er þetta að pröfa og finna hvort að þau fíla þetta og svona. Já. Og þetta er auðvitað það sem okkur vantar pínu, er að, þú veist, krakkar kannski, þau veit ekki að þetta sé í rauninni sport. Út af því að þú veist, við erum með þessa útsendingu í dag sem er frábært, sjá það, en við sjáum ekkert rosa mikið hjólreiðar sem er íþrótt í, til dæmis sjónvarpi. Veist, það er ekki sýnt frá eiginlega neinu hérna nema einhverjum stöku stórmótum. Þannig að fyrir okkur að sýna þetta sé sport sem hægt er að æfa, það hefur alltaf verið pínu svona erfitt, sko. Já. Þú veist, það er ekki mikið, sko. Þú varst nú að móðga íþróttadeild RÚV einmitt. Já, einmitt. Hérna fyrir 2 árum síðan þegar ég var að lýsa keppninni hjá henni Örnu út í hérna Ólympíuleikum. Já. Special Olympics. Já. Þá sagði ég að það hafði aldrei verið sýnt frá hjólreiðum í ríkissjónvarpinu og þeir vildu ekki viðurkenna að það væri rétt hjá mér, en eftir það eins og þá er þú til miðs verið að lýsa í EM og HM, við mann rétt. Já, þau komið með það er aðeins. Þannig að það var hrósað fyrir það. Já, það var hrósað fyrir það og það er mjög gott. En ég vildi óska þess að þau myndi kannski taka, þú veist, ef maður hugsar það, þú veist, þó að við séum ekki með íslenska keppendur til dæmis eins og í cyclocross. Þú veist, ef þið hugsaðu þessar cyclocross-keppnir sem eru búin að vera í gangi allan vetur. Þetta er bara geggjað sjónvarpsefni. Þú veist, það er einmitt, það eru klukkutími, fólk í einhverju drulli og ógeði, þú veist, þetta er ótrúlega skemmtilegt. Og þú veist, ég er ekkert vissum að einhverju sjónvarpsstöð þyrfti að borga eitthvað rosalega mikið fyrir sýningarrétt af þessum akkurat keppnum til dæmis. Nei, við sjáum líka bara hvernig stemningin er á þessum keppnum. Þetta er bara svo fótboltaleikjum. Þetta er ótrúlegt. Það eru bara þúsundir manna. Og svona, þú veist, bara fólk getur séð, þú veist, kveikir á bara alveg eins og formúlan var. Formúlan er bara eitthvað, það var enginn með áhuga formúlu fyrir hún fór að vera í sjónvarpi fyrir bara þegar ég er í rauninni bara unglingur eða í mentó eða eitthvað, þá kom þetta. Svo datt þetta niður og kom þetta svo aftur í Drive to Survive. En þú veist, þetta var einhvern veginn, það var enginn að horfa þetta fyrir þetta fór að sýna. En það er vel eitt sko sem hefur, ég allan fór að horfa með sko yngstu göttunum mínum á Tour de France þættina á Netflix. Þannig að það má alveg mæla með þeim og hérna, og fyrir krakka líka sko. Já. Þeir eru bara mjög skemmtilegir sko. Mjög skemmtilegir, en því miður þá verður bara, seinasta serían er núna í júní, þeir ætla ekki að gera fleiri. Þeir ætla ekki að gera fleiri? Nei. Þetta er svo mikil hátíð þegar þetta kemur út. Þetta er svo geggjalega, þetta er svo skemmtilegt sko. Já. Þannig að það er synd. En þetta náði kannski ekki alveg, en kannski sumir segja að þetta hafi verið franskt, ég veit ekki. Þú veist, þeir eru auðvitað framleiddir af frökkum í rauninni fyrir fransk eða svona og kannski náðu það þá ekki að, þú veist, það er auðvitað, þú veist, maður heyrir oft talað eins og Amerikanar, ef þú þarft að nota, sko, texta, að þá kannski Já, sem fráhrindandi. Já. Þeir voru samt með síðustu séri, þá voru með að tala inn á sem var reyndur óþolandi. Já, það er nefnilega málið, þú veist, maður þurfti að fara í original, sko, til þess að þetta væri skemmtilegt. En já, við erum alveg búin að sjá þess, það er búið að vera lægðirna heima, það er allir farnir í einhver útivegarhlaup og eitthvað. Og hérna, en komum sér vantilega tilbaka til nokkur smá tíma eru búin að eðlika sinni hér, en hérna... Já, gerir ráð fyrir því, sko. Já, í A-keppni, þannig að það hvet ég útivegarhlaup bara vantar útivegarstelpundar sem koma inn í hjólreiðum. Já, ég sé nú að einhverju þeir eru nú að mæta einhverju hjólatími örklast, þannig að það er eftir nú að koma hérna, fara í þetta. Nú bara skoru á Mari Jasko og fleiri að kíkja á Swift. Keppna fyrir næsta ár, sko. Já. En eins og Davíð, er hann að æfa hérna heima eða er hann úti? Hann er úti í Danmörku og er að æfa þar. Og er hann þá að keppa úti núna, í dag? Nei, já, ég held að hann sé að keppa úti, hann er að keppa úti í dag, sko, hann er í Danmörku. Já. Hann er alltaf með nokkara krakka sem hafa farið, eða krakka, þú veist þetta er ekki krakkar, sem hafa farið úti mitt að æfa og í skóla. Ég meina, við erum heklaðir úti núna. Davíð, er ekki Kristín líka? Nei, hún er hérna, hún er hér. En hérna, Margrét Blöndal, hún er líka úti. Svo eru 2 strákar, Alfonso og einn annar úr BFH, sem eru í Fjallárunum, sem eru komnir út í hérna menntaskóla sem í rauninni Davíð fór í.
En Davíð og Bergdís, þau eru bæði út í Danmörku núna, Bergdís er í skóla þar og hann er að vinna og er að prófa þetta. Já. En svo held ég að stór hluti ætla að skella sér til, þau ætla mjög mörg og ég held meira segja líka, þú veist, ég held að HFA-stelpuna líka og örugglega Bríett og einhver úr Tindi ætla að fara í, Og smeðfræðileikana? Nei, til Danmerkur í apríl, í kringum páskana. Já. Þar er svona sterk 3 daga keppni sem er svona ágætisleið til þess að komast í, eða fá smá svona keppnisæfingu fyrir einmitt áður en að svo kemur að smáþjóðleikum. Þegar svo er það held ég í byrjun maí er henni síðasti, þá þarf að senda út lista fyrir smáþjóðleika. Já, en við erum ekki að lenda í ár að við séum með A-stelpurnar okkar úti þegar fyrsti bikar er að fara fram hérna heima eins og var í fyrra. Nei, það er reyndar fyrir því hvenær er aftur fyrsti bikar og þegar smáþjóðleikarnir eru sko þarna í maí. Já, af því að mér finnst þetta að vera svo mikill skellur í fyrra að við vorum með bikar ofan í landslýsstelpurnar okkar voru úti. Þannig að það var Þetta er bara meiri virðing fyrir keppnunum en að heima. Það er bara erfitt að stýra eins og smáþjóðleikunum. Við erum það ekki, en Má reyna. við getum stýrt þessum keppnum en að heima. Já, algjörlega. Algjörlega, við getum gert það. En þetta er í rauninni, svo þetta þurfum við einhvern tímann, það sem ég vil sjá er í rauninni að við komumst einhvern veginn á þann stað að við séum með fólk sem er bara að keppa úti mæti svo í Íslandsmóti og eitthvað svona og það hefur ekkert svo mikil áhrif á keppnirinn heim út af því að við erum með fólki sem ætlar svo að fara út, skiljiði. Einhvern tímann vill maður að við séum komin á þann stað að við séum með, þú veist, ennþá hærra level í rauninni bæði úti og svo hérna heima og þú veist, og það væri óskandi að við þurftum ekkert endilega að vera pæla í þessu, heldur að þetta væri bara eins og þetta er annars staðar og þá þetta, þú veist, þarf ekkert að hafa skiljum, út í Danmörku, það er bara það mikið gott hérna, það er það mikið í gangi að það þarf ekkert endilega að huga því hvort að bestu, þau koma í National Championships en ekkert endilega út af því að þau ætla bara að vera úti að keppa sem atvinnumenn og einhvern tímann kannski komist þau þangað, það væri óskastaðan, sko. En við þurfum að fara fyrir okkur á tölvunni, Auðun, þú ætlar að halda áfram að vera með okkur, við ætlum að heyra von í vinningshafa í karlaflokki hérna eftir. Eigum við eitthvað að spá eða? Vilt þú spá eða? Þú ætlar ekki að spá? Ef við viljum Ása spá? Já. Á ég að spá? Já. Ég held að Ingvar taki það. Já. Það er svona safe bet. Já. Við þurfum að vera fyrir. Gera. Þetta. Þá erum við komið fyrir fram að skjáin ég sem er Hrönn og Auðun ætlum að lýsa leiknum. Við erum bara að fara á stað núna. Bara farnir á stað. Farnir á stað. Ég ætla að vera hérna á Ingvari. Mér sýnist ég sé... Það er strax brjálulæti eins og bara alltaf. Það er bara allt gefið í og fljótlega sjáum við hvort að þeir fari að skiptast í sitthvora hópana. Ég er á honum toppa, sýnist mér. Ok. Og menn eru að keyra hérna á einhverjum 600-700 vöttum, sýnist mér. Við erum nú með bara mjög blandað hérna fremst, svo er bara spurninga mitt
hvernig spilast úr þessu, en við Já, sjáum nú að eru- Eyjólfur mættu til leiks, Ingvar er kominn. Já. Og við sjáum að lítinni að vera búið núna. Það var, er búið. Já, það er bara akkurat núna búið. 0, Já, það var með sem við munum styttra, sko. Það var Já. þannig að þeir ættu að vera komnir í brekkunum bara eftir 100-200 metra ef ég man þetta rétt, sko. ég held að við höfum að sjá þarna. En hvað er þetta margir hann í hóp? Þetta eru einhverjir 15 sýnist mér í fyrsta hóp. Það er einhverjir sem duttu aftur úr hann í byrjun. Þannig að við erum vantar með blandaðan A og B. Já, Eyjólfur er hann fremstur, ef við séum þetta rétt. Þannig að nú erum bara gaman að sjá hvað gerist. Þetta er hérna, jú, þeir eru komnir í brekkuna eins og ég held. Já. Þannig að það er bara spurning. Ætlar einhver að taka bara solo TT keppni? já, Eyjólfur er að keyra upp hraðan þarna. Þó það sé nú innan gæsalappa bara 3 sekúndur, en Er að koma með 30 sekúndar fórskot, já. já, Ég er náttúrulega bara á hann að topa. Á ég að fara, hann er komið 5 sekúndar fórskot, þannig að það er spurning. Hann ætlaði bara að keyra þetta strax á staðan, já. sko, já, þeir eru lagðir á staðan Jóhann og Ingvar. Ég er hérna ykkur að vandra með músinu mína, en er þetta... Í smá tæknaðurleikum. Músin hvarf. Ert þú á Eyjó eða? Nei, ég er á Jóhanni. Ég skal fara þá á Eyjó núna, eða komin á núna. Já. Þetta er orðið Sjáum að- ansi dreifður hópur. Já, sjáum Ingvar er að brúa yfir til Eyjó núna. Þannig að þeir eru orðnir 2. Það er bara spurning. Já, Ingvar fer bara áfram. Já. Ingvar náttúrulega var nýbúinn að vera að keppa. Hann var í gravelkeppni út í Girona, ef ég man rétt. Ok. Var svona aðeins að prófa sig, skildist mér á honum. En Sko, þeir eru orðnir 3, þannig að er þetta ekki... 4 þar Jóhann og Kitty. Spurning Topp er hvað hann kominn að Davíð sé hvort hann hafi mætti leiks. Já, ég er ekki búinn að sjá hann neins staðar. Nei. Þarna, já, þarna er hann, ok. Já, hann er þarna. Já. En sko þetta ásæði sig að fylgjast með okkur hérna til þess að Já, gerum þetta allt rétt. Þannig að segja að nú eru menn að nota power-ups. já, þetta er náttúrulega hérna þegar það er svona löng nöfn og hérna maður er að reyna að fylgjast með allir nafnaruninni. En Ingvar er komið með 2 sekundur á hópinn og þeir eru hérna, hvað eru ekki 5 á eftir honum, jú. Já. Sem eru þá Kitty, Davíð, Eyjó og Jóhann. Toppi. Nei, ekki Kitty. Jú, Kitty er hann líka, jú. Já, Jóhann og Toppi Jóhann líka. Já. Já, við hérna sjáum þá hérna, þeir eru 4 á eftir honum, svo kemur þarna góður hópur, við farin að nota drukkinn á leiðinni niður, 7% halli niður. Já, þeir eru á 70 km hraða. Aðeins. Aðeins. Þannig að það byrjar að smá læti. Já, Uh, það er á seint fyrir að spá núna, sko. ég, veist, ætla ekki að spá neitt. Maður getur líka bara móðgað eitthvað nema að spáður eitthvað. Já. Þeir eru konum með 30 sekundar fórskot á Hannes og er þetta ekki Pétur hann sem er eftir þeim. Það er eitthvað smá hópur hann sem er bæði A og B Já. strákar í. En er Hérna- Jóhann í fyrsta hóp? Já, Já, þetta er Jóhann, já. hérna sjáum við í mynd, já, með hérna yfirsýn yfir aftur á bak til þess að sjá sko í hópin fyrir aftan. Nú eru komin upp brekku nr. 2 sem er, hún var ekki svona skráð brekka, en sjáum hún er alveg, það er alveg ágætt að spratta þarna 7%. Og tekur alveg á, menn er alveg að fara upp í 6 vöttur kíló hérna.
hérna sést loftmynd og þar sjáum við hvað svona að dreifast úr þessu. Þetta nú ekkert samt langt á milli en Ég er enda að vera að segja, ég var búinn að spá því sko, að það myndi dreifast úr þessu í fyrstu brekku, bara svona eins og við komið að sko. Þannig en það alveg usual suspect þarna í fremsta hóp. Við sjáum að Hannes og Pétur, þeir eru komin 20 sekúndum eftir þeim. Já, fljótt, já. Er ég ekki að sjá rétt að við erum bara með A-hóp hérna fremst? Jú. Eins og við töluðum um. Jú, það bara A-hópu fremst og í raun að veru fyrsti B Martin og hvað þetta? Ómar, nei, hver hérna? Jú, þetta ekki Ómar Örn? Nei, hann aðeins eftir honum. Úlfarsson, það Henning? Henning, já. Já. Þeir eru þarna í B-flokknum og ég að skoða þetta hérna. Það einhverjir 3 þarna í hópnum fyrir aftan sem í B-flokk. Já. Ásamt Pétri og Hannesi. Já, Hannes kominn fyrir aftan? Og Magnúsi. Og Magga Valgeir. Já, af því að við vorum að ræða einn áðan, við veit ekki hversu margir byrjuðu að horfa strax klukkan 6 en það náttúrulega svo áhugavert að sjá núna þennan samanburð á eins og Jóhanni og Hannesi sem að hafa verið og Toppa sem eru búin að vera efstir í bikar, hvernig þeir munu ganga núna þegar þú veist Eyjó kominn, Kitti, Davíð og Ingvar, þú veist hvernig samanburðurinn er. Já. En Jóhann að halda og Toppi. Þeir eru með þessum reynsluboltum sem eru þarna fremst. Já, og svona ég hef kannski haldið að Hannes hefði verið þarna líka svona, að hann búinn að vera alveg mjög sterkur í þessum fyrstu 2 keppnum sko. Já. En það kemur samt, ég verð að viðurkenna að það kemur alveg pínu óvart að Jóhann skuli vera þarna í fremsta hóp með þessum kanónum sem eru þarna. Já. Ég hafði samband við hann, Jóhann fyrir síðustu keppni og hérna spurði hann bara hvort hann væri með eitthvað reynslu úr hjólreiðum af því ég sá hann að komi í Tind bara síðasta sumar. Já. Þá var hann bara að byrja að hjóla. Já, einmitt. Við sjáum núna að þeir eru að fara smá niður og svo komin ansi krefjandi brekka þarna næst. Já. Sem þeir sem voru að horfa okkur hérna áðan hérna sennilega svona brattasta brekkan að þeim. Við sjáum þeir eru farið býtið 20% þarna á tímabili. Já. Þeir eru að gefa í Jóhann, þeir eru allir að gefa í. Já, þeir þurfa bara þegar þetta svo bratt sko. Já. Þetta bara, þetta hérna brattar heldur en Nesjavallabrekkan, hann í byrjun. Já. Fyrir þá sem hafa prófað að hjóla hana. Og að því hún ekki skráðbrekka þá eru ekki með sko meðalhallan í henni eins og var hann í fyrstu brekkunni. Einmitt. En ég held samt mér sýnist að meðalhallan sé alveg yfir 10%. Komin í 14% núna. Já. Og við sjáum að Ingvar að taka smá forskott. Og Jóhann og Davíð eru komnir með 3 sekúndur á Toppa og Kitta og Eyjó. Þannig að það spurning hvort það verði, hvort þeir séu að fara í break bara, 3. 3, já. Við rættum það svo sem ekkert á hann og það náttúrulega líka hægt sko. Við talum alltaf bara solo sko, það náttúrulega líka hægt að fara í break og fá aðra með sér. Og þeir eru komnir þarna 3 sem eru komnir með 8-7 sekúndur. Já. Þú ert á Davíð ekki, þannig að þú ert í fremri hópnum. Ég hérna á Eyjó sem þá aftari hópurinn. Og í honum eru hérna Toppi, Eyjó og Kitti. Þannig að þetta gæti orðið aldrei skemmtilegt núna sko. Maður gleymdi alveg þessu möguleika að það gæti verið hérna gæti verið náttúrulega að við myndum sjá svona break í hópnum og færa á stað og þeir eru bara ná ansi góðu forskoti hérna. Já. Þessi 3 og það kemur mér allavega frekar óvart að Jóhann skuli vera þarna með þessum fremið 3 með Ingvari og Davíð. Já, ég sammála því.
Þannig að nú, þetta getur verið bara alltaf spennandi. Veist, þarna, hvað nær Jóhann að halda lengi Já. Í þessum hóp, sko. Við sáum það líka í keppninni sem var síðast að þá voru nokkur sem sprungu mitt á limminu í, held ég, næst síðustu brekkunni eða svoleiðis. Já, sprengdi sig alveg. Já, bara bæði stelpunar og strákarnir. Eða hvort það var í hring númer 2. Það var allavega það var svona, það er að halda lengi svolítið góðu álagi þá getur það bitið í skottið einhvern tímann. Mér sýnist að Tobbi sé að ætla að reyna að brúa núna, hann er allavega að auka á, koma með smá forskot á Eyja og Kidda. Ok. En forskoti í fremri hópnum er að aukast bara, þeir eru bara að ná. Sko, ég held að afturhópurinn sjá ekki í rassin á fremri hópnum, það er komið bara það langt. Já. Þannig að Tobbi, mér sýnist mér ætla aðeins, ég er hérna að skipta hans yfir að Tobba. Já. Og hann sér ekki Ingvar þá, en hann er samt búinn að minnka forskoti aðeins. Já, en hann er 1. Já, hann er 1 og hinn eru 3. En það er spurning hvort hann ætla að stökkva á milli. Það er náttúrulega með að hverju eru þarna í þessum fremri hóp, þá ef þú ætlar að ná á pall í þessari keppni, þá held ég að það er ekki skynsamlegt að hleypa þeim of langt í burtu. Nei. En sko, svo er náttúrulega spurning hvort að þú veist, eftir hverjir koma fremstir þarna, því að nú erum við með fleiri sem eru með í dag sem ekki eiga stig í bikar, en þeir hljóta bikarstig. Já. Þannig að það getur haft svo mikil áhrif á hvort að þeir nái fullhúsi stiga. Þú veist, því að sko, við erum með Tobba sem er með fullhús stiga, að þá sko ef Kiddi eða Ingvar og Davíð fara á undan honum í mark og þú veist eins og staðan er núna þá er hann 4. að þá fær hann ekki það mörg stig, hvað fær hann? 26. 26 ég held ég, já. Já, hann nær kannski að vinna það en það má ekki vera margir fleiri fyrir framan hann ef Jóhann verður ofalega. Já, en Jóhann þarf samt að vinna, það munar sko 42 stigum á. Já. Þannig að það er ólíklegt að Tobbi tapi bikarmeistaratitlinum. Já, en það má ekki margir, þú veist þess að segja, það má ekki margir vera fyrir framan hann. Nei. Þannig að en Tobbi er samt að hann er að 6 á. Hann er farin að sjá þá. Já. Ég held að hann ætla að blanda sér inn í þann hóp, þannig að þetta er gríðarlega vel gert. Hann er að stökkva á milli, eins og maður segir. Já, og það er bara auka spil á milli Eyja og Kidda. Já. Mér sýnist að Kiddi sé lendi ykkur vissinni, hann er komin aftur inn, hann er allan komin í 0. Ok, þá spurning hvort hann sé ykkur netflögt eða hvort hann þarf döngul. Já. Þannig að nú á Tobbi 4 sekundur í hópinn. Já. Þannig að það er gríðarlega vel gert ef hann nær að brúa þarna yfir í hópinn. Það er bara, þá er spurning hversu miklu orku hann hefur þurft að nýta til þess að fara þarna á milli. Já. Sko, brautin er 10,8. Þannig að í 11,, þannig að það er ekki nema rétt rúmur kílómetr eftir af þessum hring, meina ég, þú veist, heildarbrautin eru 3 hringir af þessu. Já. Og ef þeir halda þessum hraða, þá getum við verið að klára þessa braut bara á rétt rúmum 40 mínútum. Já. Mér sýnist að í B-flokknum séu 4 saman. Já. Ef ég kíkja aðeins niður og það eru reyndar er hann Magnús Valgeir í þeim hópi líka. Ok. Það er nú ekki slæmur hópur að vera í. Nei. Það er alltaf gaman að hjóla með Magga. Það gæti ég að gefið ís ef þú stiltur. Já.
Þannig að hann þar ásamt þessum svona usual suspect í B-flokknum. Já. Þeir séu þarna Henning og Martin og ekki Rögnvaldar þarna líka? Síðan ekki. Og Pétur þarna með þeim líka. Nei, Pétur með Hannesi, fyrir ekki. Eyjó orðin 1 með 20 sekúndar forskot á Kitta. Ok. En Toppi á 2 sekúndur í hópinn. Já. Þannig að hann að ná að brúa yfir. En svo aftur við erum ekki að sjá neitt samstætt, heilstætt lið hérna í karlaflokknum. Nei. Nei, og við höfum ekki séð að það hefur ekki mikið kannski borað að sé hérna einhver liðastemming í þessu. Nei, sé ykkur að vinna fyrir einhvern annan. Já. Toppi búinn að ná þeim og hann ætlar að keyra bara áfram. Nei, hann hægir aðeins á þessu núna. Já. Ég held að hann ætlaði bara vera áfram með læti. Nú eru þeir byrjaðar á hring nr. 2. Já. Að fara þarna niður smá brekku áður en fara upp fyrstu brekkuna. Og sem ætti þá bara að gerast núna. Já. Þetta bara eins og að lenda á vegg, sko. Já, þetta svona dálítið þannig. Það byrjar alveg í einhverjum 11%. Þannig að það þarf alveg að fara. Síðan pínu vandasamt að fylgjast sko með það því að nú erum við farin að sjá, þeir að fara... Já, það alveg líklegt að einhverju verið hringaðir í þessari keppni. Já. Og við sjáum það náttúrulega núna að vera svona smá óskýr þarna. Hver fremstur? Af því að það eru farnir að sjá, ekki farnir að sjá í þá, en sjáum á skjánum þá sem eru aftastir í keppninu núna. Já. En það enga reglum það að maður þurfa að hætta þó með sér hringaður. Nei, já, en það eftir á móti fullt af reglum í þessu. Þannig að það skylt að vera með raunvikt og dómarinn eða mótstjórn getur kallað eftir vikt klukkutíma fyrir keppni og alltaf 6 klukkustundum eftir keppnislok. Sem ástæð fyrir ég hef ekki verið að keppa, sko. Og hérna, það skylda að vera með púlsmæli. Já, það hefur ekki verið áður samt. Nei, það hefur ekki verið. Nei. Og svo náttúrulega ef þú hefur ekki skráðig á... Yngvar að fara í break. Og ef þú hefur ekki skráðig þá hérna á HRI þá náttúrulega ertu bara ekki með í keppninni. Já. Það ekki nóg bara að mæta í viðburðin. Nei. Hvað segir, Yngvar hann farin á stað? Yngvar farin á stað. Okay. Hérna tók rás í brekkunni og komið með 10 sekúndar forskot á Jóhann og Toppa. Ok. Nú vantar eitt nafn held ég. Var ekki Davíð líka? Hvar hann? Já, hvar Davíð? Davíð horfinn. Æ, nei. Við vitum ekki hvort hann sé orðinn draugur eða hvort hann hafi bara rofið hérna, hvort það rofnað netsamband hann í Danmörku. Já. Vonum ekki, en Yngvar allar ekkert að vera dóla hérna í seinni hring. Nei. Og komið með 20 sekúndar forskot, hann náttúrulega hérna við sem þekkjum Yngvar vitum það, nú finnst alveg gaman að taka brekkunar, þar hann sterkastur. Já. Hvort sem það á Swift eða úti. En þetta að slitna mikið upp, en það leiðilegt ef Davíð hefur dottið út. Já, mér sýnist hann vera horfinn hérna úr listanum. Já. Ég reyna að sjá hvort ég sjá hann eftir hérna. Já, hann, þú veist, við ættum að sjá... Við ættum að sjá hann, sko. Já. Þannig að því miður. En þetta bara eins og, þetta kannski að það springur ekki dekk eða slitna keðja. En þetta getur gerst eins og það í Swift hjólröðum að hérna, maður missi netsamband og þá er maður bara búið.
En við sjáum að ég var að setja yfir á Ingvar, þú ert að toppa. Já. Að Ingvar er komið með 15 sekundur á Jóhann og 23 sekundur á toppa. En það er alveg, það kemur rosalega óvart hvað Jóhann er búinn að ná að halda og hann er ennþá að halda sér þarna í þessum topp þremur hóp, sko. Já. Og er meira svo undan toppa, sem ég hef ekki þorað að spá, enda ekki eins og sig, kannski ekkit gott hjá okkur að vera mikið að spá. Nei. Eigum við ekki að vera hlutlaus? Jú, maður má samt alltaf spá kannski, sko, en þegar maður spáir alltaf eitthvað vitlaust, þá... Já, það heitir fólk að hlusta mann. Þá er bara best að sleppa því. En heyrðu, ég miðað við fartið á Ingvari núna, þá kæmi mér ekkert óvægt að hann ætlaði bara að klára þetta. Það er bara svoleiðis. Hann er ekkert að gefa eftir. Að slá af, hann er bara að auka eitthvað, en þeir eru að keyra, við sjáum sko vött per kíló, þeir eru að keyra 5 vött per kíló, það er eiginlega svona 1 vatti per kíló meira heldur en voru að hjóla meðaltali í síðustu keppni. Já. Þannig að síðustu keppni, það voru alveg brekkur, en kannski ekki eins ekki eins krefjandi og þetta. Þær voru styttri, mikið styttri. Já. Þær voru brattar en mjög stuttar. Já. Og en þar datt Jóhann einmitt frekar, ekki kannski snemma, en hann datt út úr hópnum, hann var ekki í topp 3 þá, ef ég man rétt var það. Nú var hann náði hann að hanga í þeim. Hann var í 3. Já, hann var í 3. Hann var í 3, já, ok. Hann var með þeim. En sko, ef við kíkjum aðeins hérna fyrir aftana, þá það eru allir stakir nema síðan kemur þarna B-pelotonið. Þannig er Kitty fann að leita að bróður sínum. Já, ég fekk skilaboð frá Breka. Hann er að spyrja mig hvort að Davíð hefði ekki vill að beygju. Sem er reynda pínu fyndi, ég veit ekki hvort þið sáu það var keppni núna bara hvort það var í síðustu viku. Já. Og það helmingurinn á hópnum hjólaði bara það sem áhorfendurnir voru. Þú voru að koma úr hringtorgi. Já, ok. Og beygðu vittlausa beygju og voru hjólandi og þetta var í lokinu á keppninni, í markinu. Og helmingurinn hjólaði ekkert yfir marklínuna þegar þeir fóru vittlausum megin við hana. Og voru á þeim stað sem áhorfendurnir voru. Mjög komist, ég sá þetta nú bara á Instagram, sko, en þannig að spurning hvort að Davíð hafi beigt vittlaust. Já, það væri ekki fyrsta skipti að því ég man eftir að við vorum á Skjálfandamótinu þegar við hjóla frá Akureyri til Húsavíkur. Þá allt innu kemur Davíð og fleiri fyrir aftan mig og þú veist, ég skildi ekki í því af hverju ég var að hjóla undan þeim. Að þá höfðu tekið beygina og snemma inn til Húsavíkur. Já. Þannig að... Ég meina próhjólunar lenda alveg í þessu, þannig að En nei, Davíð verðist allan að hafa dottið út. Já, því miður. Það er mjög leiðilegt að sjá það. Því að ég er alveg vissum að hann hefði veitt Ingvari keppni. Síðan erum við sko með í B-flokknum erum við með Henning og Martin og Ómar. Og Röggvald er ekki með þeim hann? Hann er aðeins fyrir aftan. Já, hann var náttúrulega í öðru seti síðast. Já. En A-flokkurinn er alveg búinn að splittast upp. Já, það er allir stakir þarna. Kitty spyr hvernig er þetta að beygja. Kitty, farðu nú bara að gefa alveg líf og hætti þessu spjalli, skilurðu. Það verður gaman að sjá því að nú erum við með hóp í B, hvort að þeir muni halda hópinn. Þeir eru náttúrulega hálfnaðir, tæplega hálfnaðir með annan hring. Tæplega hálfnaðir þá með keppnina. Já. Og ekki farið að vera svona breytt bíl á milli. Það virðist vera að vera meiri spenna í B-flokknum úrslit heldur en A. Já. En er ekki eitthvað að minnka bílið hjá Jóhanni og Ingvari? Hvernig er? Nei, það er 18 sekúndur eins og okay. Og síðan er sko 10 sekúndur á milli Toppa og Jóhanns og síðan er Eyjó hálfri mínútu eftir Toppa.
Þannig að þeir eru allir hérna einir, en ég reyndar sko ég er hérna að fylgjast með Ingvar, og hérna ég held að Jóhann sé farin að sjá í hann samt sko. Já. Þannig að það er kannski spurning hvort hann sé að draga eitthvað á hann. Sko, ef maður skoðar púlsmælin hérna á B-hópnum, að þá eru þeir alveg í töluverðum átökum, en sjá. Já, Ingvar er ekki að hjóla á Zone 2, ég get sagt eitthvað það. Já, ok. Hann er í 180 púls. Og er að keyra þétt upp hérna, nú er aðeins datti út hvert hann að koma, hvort þetta er brekka númer 3 sem hann er að klára frekar en brekka númer 4. Jú, það hlýtur alveg vel með að við, hann ætti að vera búið með 2 hringi, þá er það 21 km ekki rétt hjá mér, cirka. Já. Ish. Og hann er búinn að auka forskotið á Jóhann upp í 23 sekundur, en það er 13 sekundur frá Jóhanni niður í toppa. Ok. Þannig að þeir eru þarna, og svo er Kitty þarna 1 mínútu og 10 sekundum eftir Eyjó. En það er svona með vattatölunum sem eru þarna, þá er enginn eitthvað að slaka á sko, og ég er greinilega búinn að kveikja þessi Kitta, hann er eitthvað að gefa í. Já. En þetta er flottur hópur hérna sem er að keyra þétt. B-hópurinn ásamt Magnúsi sem er í A. Þannig að þetta verður spennandi að sjá hvernig þetta pelotón heldur áfram. Já, það er áhugavert að sjá þarna hvort að þeir haldi þessu tempo og hvort þeir geta allir haldið í hópinn sko. Hvort einhver springi á Já, mér finnst þetta nú, en mér finnst þetta vera samt þannig hópur að hérna, ég held að þeir haldi allir mjög þétt sko. Þetta eru maskinur þessir sem eru þarna saman sko. Já. Og þeir hafa verið alveg í þessum 2 keppnum, hafa þeir með haldi hópinn svona nokkuð vel í hérna keppnunum, ef ég man þetta rétt svona. Já, en sko hérna hann Rögnvaldur er reyndar 7 sekundum eftir, en það er nú hægt að redda því, það er nú ekki langt á eftir, það sést hérna. Eru þeir ekki 2 hérna, Rögnvaldur og... Jú, og Rögnvaldur er að gefa í, er að pensa hann upp brekkuna. Hann Rögnvaldur er þá með, hann hefur gefið aðeins í, Rögnvaldur hefur alltaf sér greinlega að brúa bilið að því að hann er hérna fyrir aftan hópinn. Já. Hann er að ná þeim. Já. Hann bætast í þannig að þeir eru að vera 5. Já. Að því að sko Rögnvaldur og Henning, þeir eru mjög nálagt í stigum í bikar. Já. Rögnvaldur er með 66 stig og Henning er með 64. Já. En þarna getum við líka að sé að því að nú eru orðin 4 og svona þá gæti það alveg verið ef við ná að láta Martin vera síðastan og Rögnvaldur kannski fyrstur, og það gæti orðið sviptingar í stigakeppninni. Já. Það er svona einna helst þarna sem getum séð einhvers konar sviptingar í stigakeppninni, og við sjáum sko þó að Toppi sé í 3. sæti núna að það er mjög ólíklegt að hann verði ekki bikarmeistari, þó hann verði ekki Íslandsmeistari. Já. Og hvað er að frétta Ingvar þarna fremst? Er hann ennþá bara... Já, hann er bara greinilega að taka bara góða VO2 Max æfingu. Já, ok. Er að keyra þetta á svona kringum 5 watt per kíló. Hann er að komast í brekku núna, þannig að ég finnst nú líka að hann slá aðeins af í brekkunni. Já, það er aðeins að slitna hérna í sundur í hópnum. Það er núna í brekkunni? Já. Já. Það er ekki mikið, Martin er með sekundu á þá, Rögnvaldur er að ná þeim. Hann er bara 4 sekundur eftir. Þannig að það er spenna þarna. Er Magnús ennþá með þeim eða er... Já. Já. Hann er það með þeim. Ómar líka. Já.
Ingvar komið með 30 sekúndna forskot á Jóhann. En Jóhann að halda Toppa frá sér. Hvað Toppi langt á eftir Jóhanni? 14 sekúndum. Já, hér. Þannig að þetta það hann Eysteinn aðeins að trufla grafíkina með því að vera á milli. Já. Það sem vera hringan. Ok. En við skeggjað að fá bara, að hafa svona marga í braut. Já, bara mér finnst það frábært. Það náttúrulega í B-flokknum, hvað voru þetta ekki 15 þátttakendur. 15 þátttakendur hjá köllunum. Já. Sem bara frábært. Það bara að gera að prófa að vera með þetta eins og þetta bara æfing líka. Já. Þetta horfa á þetta bara þannig. Svolítið brútal æfing en Svo bara alltaf svo gaman að vera með. Svo eru sumir sem að fara í önnur hlutverk út af einhverju öðru. Já. Og taka ekki þátt. En það samt og ég veit eins og við höfum rætt Blikarnir hafa verið hittast upp í sporthúsi og taka þetta saman þar allavega veit Andri og stelpunnar hafa mætt í sporthúsið og þá náttúrulega myndast mikil stemming, þá líka fólk að horfa í og það bara svona for future references að fyrir það sem kannski taka þátt á næsta ári þá alveg gaman fyrir þá kannski hjólreiðafélögin líka að búa til stemming og að láta fólki vera að taka þátt í þessu. Ég ræddi þetta Rökkvaldur alveg að ná hópnum. Já. Bara ég ræddi þetta líka aðeins eins og við Tómas hvað eigum við ekki að fara að taka meira tillitið þess í æfingaprógramminu. Vera með kannski lengra á milli keppnana þannig að sé hægt að setja þessa keppnir kannski að vera með þar á 3 vegna fresti. Eitthvað svoleiðis þannig að við náum kannski meiri þáttöku af hópum. Já. Hann búinn að ná þeim. Og heldur áfram. Ætlar hann að halda áfram eða? Já, spurning hvort hann ætlar að staldra við og njóta hópsins aðeins. Þeir eiga rétt tæpa 3 kílómetra í að klára þennan hring. Ingvar þá líklega kominn á hring númer 3. Já, hann að byrja á hring 3 núna, það byrjar á hring númer 3. Já. Það að fara niður og hann nýbyrjar á honum bara. Já. Mikið leiðilt að Davíð hafi dottið út. Já, það mjög svekkjandi. Það leit mjög vel út þarna í byrjun. Já. Og hann komið með 30 sekúndur fyrir síðasta hring og ég ætla að gera svo djarfur að spáði að Ingvar taki þetta. Ok. Svo lengi sem nettengingin haldi. Ég ekki að fara að sjá að Jóhann eða Toppi sé að fara að ná Ingvari úr þessu. Nei, en ég held að vera spennandi að sjá hvort að Jóhann og Toppi bara ná að halda þessum dampi á eftir. Já, veistu, og ég bara aftur að hrósa Jóhanni bara fyrir að því við rættum þetta fyrir keppni, hann og rættir áðan líka, hann algjörlega nýr í sportinu og hann hann að keppa við margfaldan Íslandsmeistara í öllum hjólreiðategundum sem getur fundið nánast. Nema downhilli. Já, öllu nema downhilli. Brálar út í það en og síðan Toppi sem svona ég ætli á öllum ólustum besti utaviðarhlaupari landsins og hefur bara sýnt að hann bara hörku hjólari líka. Já. Og þannig að Jóhann skulle vera að halda þessi þarna á milli þessara 2 ofurmenna. Já. Bara magnað. Þannig að ég það verður gaman að fylgjast með honum sumar hvernig hann kemur. Ég veit ekki eins og hvað hann gamall. Ég veit ekki hvort þetta ungur strákur eða miðaldra og svo við hinn. Ég held að hann sé nefnilega ekki miðaldra. Nei. Mér finnst það ólíklegt svona. Ég náttúrulega fór á Facebook, skilurðu, að sjá mynd af honum, nema hann sem mjög gamla mynd, að þá virðist hann vera svona á háskólaaldri. Já. Þannig að hann ungur og sprækur. B-hópurinn, ég held að það sé, þeir eru þarna 4 saman ennþá. Þeir eru ekki byrjaðar á síðasta hring. Nei. Þeir eru ekki orðnir 5, já, Maggi með þeim náttúrulega. Já. Og mér finnst líklegt að Maggi sé þá líka upp í sporthúsi, ég ekki búin að hafa staðfest. Björk hefur allavega verið að hjóla þar og fyrir það sem ekki vita það, þá eru Magnús og Björk hjón.
þannig að það er líklegt að þau séu bæði upp í sporthúsi. En ég sé að Pétur og Hannes, þeir eru farnir að hjóla saman. Já, hafa þeir ekki verið svona eitthvað aðeins saman svona lungan og keppninu allavega. Já, að þeir voru svo margir stakir þarna áðan. Já. Svo ég skipti yfir á þig. Er ykkur önnur peloton í gangi? Mér sýnist ekki. Andri og Guðmundur Martin eru... Þeir eru að halda hóp. Já, Guðmundur Stefán. Já. Já. Það sko stóð í reglunum að fólk ætti að nota stuttnafn og vera með þetta svolítið skilmerkilegt í heitunum á avatarnum í Swift, en það hefur ekki alveg gengið eftir. Nei. Þannig að maður þarf stundum að bíða eftir að það klári að rúlla til þess að geta lesið það. Já. Þannig að það er ekki að við séum svona léleg að muna öll nafnin. Nei, og síðan náttúrulega sko við sjáum oftast bara föðunafnið og það er ekkert að hjálpa okkur ekkert svakalega mikið. Nei, við erum samt aðeins að verða betri í föðunöfnunum. Þannig að við förum að ávarpa kannski einmitt fólk hér eftir með föðunöfnum. Já. Bara komdu sæll Ómarsson. Já. Þannig að Ingvar er að auka forskoti svona bara rólega. Mér sýnist það nú, hann er að fara niður núna, hann er eitthvað að slaka á. Ok. Sér maður líka alveg svona kom inn á það að það eru 2 Íslendingar að keppa út í Sahara núna. Já. Í 4 daga keppni. Já. Þorsteinn Barðarsson og Hafsteinn Ægir. Já. Og ég er reyndar ekkert búinn að sjá update frá Haffa. Ég sá samt eftir fyrstu daginn sem var 89 kilometrar. Þá var Haffi í 7. sæti. Ok. Á undan mönnum eins og Thomas de Gent sem á sko sigra í Tour de France leggjum. Já. Það var og það voru alveg, eins og segja, það voru kanónur í þessum hópi sko. Ég allan að þekkti nafni Thomas de Gent sem ég held hann hafi unnið legg í Tour de France bara 2022 hef ég mann rétt síðast, jafnvel. Já, mjög góður, sterkur hjólari. Þannig að en ég hef ekkert séð frá Haffa hvernig hann gekk í gær og í dag. Það er 9. Já. En hvernig hefur Þorsteini gengið? Haffi í 8. sæti. Já. Það er ótrúlega vel gert sko. Þannig að það er ýmislegt að gerast í þessum hjólaheimi. Þannig að nú er Ingvar búinn að hjóla tæpa 26 kílómetra. Þannig að hann á eina brekku eftir. Þannig að þetta er að klára svona litla brekku og svo kemur ein svona skemmtileg og þá er svona freka þægilegt í mark. Já. Þeir eru í B-flokknum eru að renna inn í hring númer 3. Já. Þeir eru ennþá að halda hópinn og það hefur bæst við, þeir eru orðnir 6. Já, nú sýnist mér hins vegar að Toppi sé aðeins að minnka forskotið á Jóhann. Þannig ég ætla aðeins að skipta þú ert á hópnum? Já, ég held með á hópnum. Þannig að ég ætla að færa mig aðeins. Það eru 12 sekundur, hann var held í 15 sekundum áðan, þannig að það er spurning hvort að Toppa ætla að ná honum. Ok. En síðan er tölvöld lengra í EIO, það er tæp mínúta í EIO og ég ætla ekki að gera kittað að segja hvað er langt í hann. Nei. Þannig að við sáum náttúrulega að Toppi tók náttúrulega ótrúlega orka sem fór í það áðan að brúa hjá Toppa, því hann misti þarna þegar fóru 3 á stað, Davíð, Jóhann og Ingvar. Toppi brúaði bilið og það verður að kosta mikla orku. Já. Að ná þeim, af því þeir voru ekkert að slaka neitt svakalega mikið á. Þannig að það er spurning hvort hann sé bara hafi verið aðeins að recovera og ætli sér að ná Jóhanni núna.
hann er hérna kíkja hans á Jóhann, að við vorum að tala púls, þá púlsinn í Jóhann 190, þannig að hann er ekki miðaldra, getum alveg sagt það. Bara út frá þessum tölum. Já. Og væri sannlega komum í andnöð. Já, ég held að þá ætla ég hérna mitt sama með hann hérna Ómar Sigvaldsson. Já. Hann mitt hérna í 187 í B-hópnum. En hann hefur ekki verið að hjóla með, hefur ekki tekið þátt í öðrum bikarmótum. Þannig að hann er svona... Já, og hann er hérna í fremsta hópnum í... Fremsta hóp í B. Já, það er bara mjög vel gert. Það gerir ekki brjálaslega mikið, en Topp er svona að taka sekundu hægt og rólega. Og það er alveg spurning núna sem sagt, Jóhann að fara í þessa bröttu brekku, ef ég mann rétt. Já. Og það er spurning hvort að Toppi ná hann þar. Já, herðu, hérna er Ómar miðaldra? Spyr Ingvar sínst mér. Ok, hann er hann hérna... Nei, við vorum að segja að hann var ekki miðaldra. Já. Herðu... Maður þarf að passa sig hvað maður segir, sko, maður geti mókað eitthvað. En ég var náttúrulega... Já. Herðu, Martin og Rökkvaldur eru hérna lagðir af stað. Þeir eru aðeins á undan að bara komið sekunda. Það er bara spurning hvort að þeir ná að halda þessu momentum og fara sín í breyk á þessu. Já, það er alveg... Þeir eru náttúrulega leiðinni niður brekku. Já, Martin er bara að láta sér renna niður, sko. Hann er aðeins að hvíla. Hann er að tökka inn, sko. Þetta er ólöglegt, hann getur verið dæmdur í keppni. En sko, dómarinn er ekki í braut núna eins og síðast. Já. Engin hjólandi keppnistjóri og engin hjólandi dómari. Nei. Þeir fylgja nú fast á eftir Ómar og Já. Ómar og Henningar, ekki? Ómar jú, Henning sem jú, það er Henningar líka. Það er tveir Ómar hérna. Og Magnús sem að er... Já. En það áhugaverða sem var að gerast hérna þá í A-flokknum, ef við vorum fylgjast með B-flokknum, er það að Toppi var búinn að minnka forskotið niður í 4 sekúndur. Ok. En það er komið upp í 7. Ok. Heldurðu að... Þeir eru þarna í mjög harðari keppni. Heldurðu náðu saman fyrir lok? Það eru þarna... Gæti alveg gert, sko. Rétt rúmi 4 eftir. Já. Það eru hérna... það er ekkert mjög mikið, sko, mikið að brekkum eftir. Ég vil kíkja þess að Ingvarinn og bara fara að klára. Þannig að, sko, Toppi sér hann. Hann sér í Jóhann, en eins og hann var alveg að fara að ná honum, en þá gaf Jóhann aðeins í. Þannig að þetta er, það er spennan hérna annarsættið og hérna, þó að Jóhann hafi ekki séns að verða bikarmeistari, þá er hann samt að setja þá Toppa fyrir aftan sig. Já. Í þessari keppni. Í þessari keppni. Og einmitt líka að, sko, við náttúrulega vitum ekki hvernig það farið, Davíð það verið þarna inni, en enga síður, þú veist, mögulega eru að fara að sjá 2 nýju nöfn bara í topp 3 á Íslandsmeistara. Já. Titli í Swift. Já. Og það var kannski bara eins og ásakomið inni í uppbytinu fyrir keppnina að það er náttúrulega tölvöld öðru sem vera á Swift og þetta er stutt keppni og hérna þarf ekki að vera, það er öðru sér taktík sem átt að nota í Swift heldur en kannski í 4 tíma eða 100 km keppni úti. Já. Það sem þú ert í raun að veru, þú þarft að vera mjög taktískur á hvenær þú ætlar að nýta hérna kraftana þína úti. Já. Þú veist, þú hafast nú Haffi orðað svo vel í podcast einu sinni að þú ert bara með ákveðið mikið magna af elspýtum sem getur brent, sko. Já. Herri, það er komið breyk hérna í B-flokknum. Já, hvað er að klára hann á held ég eftir núna 2 kilometra. 2 kilometra, ok, þá ætla ég að halda með þessi hérna B. Það er aðeins að brotna upp úr þessu. Rökkvaldur er hérna fremstur, Martin er eftir honum bara sekundu. Svo er Henning og
Magnús eru þarna rétt á eftir ásamt Ómari Sigvalds. Þannig að það er Er það Rögnvaldur Sigurður sem að taka hana? Já, Rögnvaldur að fara hana undan, sko. Og Rögnvaldur á séns í Martin? Í bikarstigum. Í bikarstigum. Já, en þá þurfti Martin líka að lenda svolítið aftarlega. En það er náttúrulega, sko, af því að þeir eru þarna nokkrir sem eru, svo til dæmis hann Ómar sem er þarna inni, að hann náttúrulega ekki meðneitt að bikarstigum. Nei, einmitt. Þú veist, en hann geti mögulega, þú veist, þá tekið kannski 40 stigin og ógilda þau, þannig séð. Já. Já, hann kannski næri ekki, þetta svona, það er smá tölfræðilegu möguleiki. Já, en sko þeir eru bara Martin duglur. Hann er búinn að ná honum, Rögnvaldur er komið frá aftan hann. Já, Martin hefur sýnt það í síðustu keppni og hann er mjög öflugur. Já. Yngvar á eftir núna bara hjóla niður smá brekku, þá er hann komin í mark. Okay. Ég held að þetta sé kílómetr eftir. Hann er komin 30,5, var þetta í hvaða sögðu þetta var langt? Ég held hann að 31, eitthvað. Já. Ég ætla, viltu sækja síma minn? Af því að við ætlum að reyna að senda á þá Yngvar það sem að lítur út fyrir að hann sé að sigra þetta, að mögulega að fá hann til þess að koma á netið og spjalla við okkur á eftir, en við það væri þá ekki fyrir en eftir að við höfum séð hverjir hafa komið fyrstir í mark í B-floknum. Já. Það var líka að fæna smá tíma til þess að anda. Já. Hörðu, Yngvar er að sigla sig heim. Topp er að minnka bilið, það er komið niður í 5 sekundur. Þannig að það gæti orðið smá endarsprettur annarsettið. Já, ok. Sem er mjög spennandi. Yngvar á okkur 500 metrar eftir, cirka bát. Já. Martin og Ása hafði rétt fyrir sér, hún spáði Yngvari sigri. Og það er ennþá séns að netið detti út hjá Yngvari. Já, já. Það er ekki að finna allt er komið í höfn, sko. Það er ekki að finna komið yfir línu, við getum sagt þessi komið. Hann getur ekki gert þess að Chris Froome í Tour de France á hlaupum í hjólið ef það springur að því. Ef það dettur út, þá ertu bara úr leik. Þannig að hann er núna, hann sér markið. Þetta er svona 50 metrar eftir eitthvað. Þannig að Yngvar heldur titlinum. Ok. Við getum ekkert sagt að það hefði komið okkur brjálaslega mikið á óvart. En bara til hamingju Yngvar með sigurinn. Glæsilegt. Ég ætla að skipta þá hérna yfir á toppa. Það er 3 sekúndur og þeir eiga aðeins meira eftir. Þeir voru mínútu eftir hérna Yngvari. Þannig að toppi á séns og hann er komin í 2 sekúndur. Þetta gæti orðið æsi spennandi hérna. Þeir sjá markið. Það var styttra í þetta heldur en hélt. Þannig að nú er bara hvor á meira eftir. Og Jóhann er þarna rétt á undan. Já, Jóhann er rétt á undan. Við sjáum hérna hvernig er þetta Jóhann er að gefa í Jóhann fyrir sprettin. Já, hann næri þessu ekki. Nei. En toppi setti smá spennu í þetta hérna í lokin. Og já. Hérna þannig að við getum farið hérna þá. Sko, það sem hefur gerst í B á meðan þetta var að gerast, að þá Rögnvaldur og Martin, þeir eru búin að slíta sig frá hópnum og þeir eru bara 2 með 10 sekundur til dæmis 16 og næsta B-flokk af því að Ómar og Henning eru fyrir aftanan. Já. Henni í B-flokki. Eyjó er að koma í mark. Þá í 4. sæti. Já.
Í þetta skiptið þá erum við með aðila til þess að sem að setja inn tölurna fyrir okkur þannig að við ættum að vera með ferskar tölur eftir leið og þeir koma í mark. Eyja er komið í síðustu beyginu og þá 100 metrar eftir og eftir honum er Kitty er 2,5 mínútu eftir Eyjó og svo reyndar Pétur að nálgast Kitta. Okay. Þannig að það gæti orðið smá keppni 5. sætið. Já, en sko ég mæli með því að þú farir núna á Rögnvald. Ég er á Martini. Okay. Það er engin endasprettur þarna í þessu að því að sko núna á Martin og Rögnvaldur þeir eiga bara rétt rúman kílómetr eftir og þeir eru hnífjafnir. Okay. Þeir eru bara að hjóla hérna saman. Þetta endar ég held þetta spurning hvort þetta ná að enda í endaspretti sko. Fór allt í fókjarni á mér. Það er svo hver. Hvert vildur þú fara á? Hver með þú á? Ég er á Martini, ef þú ferð á Rögnvald. Rögnvald hérna, já. Ok. Og hvað er langt í markið Auðun? Núna eiga þeir svona rúman kílómetr í mark. Já. Ég getum séð það reynda með því að fara aðeins á, ég ætla að stökka á hann Kitta, hann er alveg að koma inn í mark. Já, ég held að þetta sé 31,4 eitthvað sem ef ég man þetta rétt. Ég var hann eitthvað að gæla við að Pétur myndi kannski ná Kitta en það er ekki að fara að gerast. Nei. Og síðan Pétur búinn að taka það mikið lít á Hannes að Hannes mun ekki ná hann heldur. Okay. Þannig að það er alveg ljóst hvernig sæti raðast í A-flokknum. Ok, en þá er spurning sko, nú er Martin lagður á stað. Já, Martin. Við höfum séð að þetta gerast áður að Martin, hann gefur í. Já. Og hann er komið 5 sekúndur á Rögnvald. Hann ætlar ekki að gefa Rögnvaldi séns á endaspretti. Nei. En Martin hefur líka eins og sýnt það líka, hann er alveg sterkur og getur haldið alveg háum möttum í góðan tíma, þannig sem er ástæð fyrir að hann er að taka skarið svona snemma í staði fyrir að maður veit aldrei hvað getur gerst í endarsprett. Spurning hvort að Rögnvaldur ætli að gefa í, hann er með að hærri vöttum heldur en Martin. Martin er eitthvað aðeins að slá af, það er bara það stutt eftir, það skiptir ekki máli. Nei, það er bara það stutt. Þeir eru að fara niður brekku en ég veit ekki hvort að Martin var eitthvað bara aðeins að hvíla sig. Já. Það er bara ekkert voðalega mikið svigrúm til þess. Að slá af? Nei. Nei. En sko, hvor er þyngri, hvor nær? Já, nú veit ekki, en við sjáum sko að Rögnvaldur að það er komin í 2 sekúndur. Já. Og þeir eiga bara einhverja metra eftir. Og það sjáum aðeins í beyguna því að þeir eru komin beyguna eru innan við 100 metrar eftir. Ok. Þannig að þetta eru svona kannski 200 metrar sem eiga eftir núna cirka bát. Man gleymir alltaf að skoða hvar þeir eru komið í markið. Rögnvaldur ætti að geta náðum, menn hann er komin í 2. Já. Nær hann þessu, nær hann að gefa í. Þannig að nú er bara spurningin, er þetta Íslandsmeistar í B-keppni? Nei, þú verður ekki Íslandsmeistar. Já, okay. Þetta er heiðurinn. Nei, ég veit að einn maður hefur spurt það en ég ætla ekki að segja hver var. Það er 1 sekúnda. Já. Þetta er bara svo spennandi, það er gaman að sjá þeir koma í svona endasprett. Já, og við sjáum hann að það er beygja til vinstri og eftir hana þetta held ég bara 50 metrar sem eiga eftir þegar þeir komi í beygjuna. Og það munar 1 sekúndu á þeim. Nú er bara spurning hvor á meira inni. Hvort að Martin hafa farið á snemma stað og sé þá sprungin. Já, ég held ekki. Held ekki að Nei, Martin nú gefur Martin stað. Hann bara leggur á stað. Já. Þá er þetta á seint. Já, ég held að Rögnvaldur ekki breykið þetta. Sérðu tölurnar hjá honum? Þetta er rosalegt. Hann er farið upp í 1000 vött þarna. Já, 1100. Ótrúlega vel gert. Vá, geggjað.
Ótrúlega gert. Hérna kemur Magnús í mark. Vel gert, Maggi. Mátt fá þér ís. Og svo Ómar Örn að koma í þá 3. sæti í B-flokkinum. Já. Og svo eftir honum kemur Hannes. Það er endarsprettur hérna. Það er Hannes og hann hérna... Og Henning. Já, Henning segi ég. Henning og Ómar. Ómar. Já. Og það er bara, nú er bara spurning hvor er undan. Hvor ætlar að gefa í og það er Ómar sem gefur í. Og tekur þetta. Henning var eftir, já. Já, Henning var Já, eftir hann. það var Ómar sem tók að skarið. Og tryði sér þá 3. seti ekki? Nei, 4. seti. Herðu, ég ætla hérna að leggja til að við gerum, leyfðu bara, ef þú ferð þarna á eitthvað sem er aftarlega, leyfðu því aðeins að lifa með við komum okkur fyrir í setti og við ætlum að hérna aðeins að heyra í, fara bara back to me. Já. Og svo getur þú þá, Ég held ég geti gert. við leyfum þessu þá bara að lifa með við komum okkur fyrir í setti og ætlum að heyra aðeins í Ingvari. Já. Hann ætlar að hérna hringja sig inn. Setjum hjólavarpskaurinn í beinu útsendingu. Hann
þetta var spennandi keppni. Allavega í B-flokki. B-flokki er mjög spennandi og ekki eins spennandi nema sem sagt annarsætið, það var alveg spenna. Og þannig að það svona bætti upp. Ingvar svona tók þetta nokkuð, segja létt, hann var alveg að færi í þessu, en tók þetta hansi vel. Við fengum síðan útskýringar af því hvað kom fyrir hjá Davíð. Og hvað kom fyrir? Hann kláraði free trials áskriftina. Þannig að þetta var, hann fekk bara mjög góða æfingu. Já, það var mjög góða æfingu. Já, þetta var svona skyndi ákvörðun. Já, sko, ég held að free trialið sé bara, hvort það sé ekki bara 30 kilometrar eða eitthvað. Ég held að það er eitthvað svoleiðis. Það er 50 kilometrar eða eitthvað x tími. Já, það er svoleiðis. Já, þannig að hann hefur kannski verið búinn að hita upp á Swift líka. Já, það er mjög líklegt. Þannig að, en já, leiðilegt að sjá hann hverfa. Svona gerist. En við erum að vinna í því að senda Ingvari hlekk sem að virkar. En við erum alltaf að koma með þá upp á skjá, hann Tobbi, hann er þá bikarmeistari í A-flokki og hann Jóhann í öðru sæti. Já, ótrúlega flott. Já, og Kiddi í þriðja. Já. Þetta er áhugavert, sko. Já, en Martin er að klára þetta á fullu húsi stiga. Já. Það er greinlega að hann er búinn að vera þá væntanlega að vinna vel í vetur og kemur vonandi þá bara mjög sterkur inn í sumarið. Já. Já, þetta verður bara mjög spennandi að sjá í sumar. Já, það er alveg hjólar sem kannski maður saknar að sjá líka bæði semst úr A og B. Já. Eitt sem hann nefndi sem Maggi sem vann bikarkeppninni í B-flokkinu með fyrra, með Víkingunum. Ég veit að hann var mjög duglegur að æfa í vetur og var að fá að fara í A-flokk, jafnvel. Þannig að, það vantar náttúrulega alveg marga sterkar hjólar þarna inni. Já. En já, bara ótrúlega skemmtileg keppni, bikarkeppni bara eins og hún er búin að vera. Þó að séu menn eins og Martin sem er fullt úr stiga og Tobbi var nánast með fullt úr stiga. Einmitt. En þá hafa keppnina verið bara frekar spennandi. Já. Ingvar gerði það svona aðeins minna spennandi í dag. Já. Og þarna kemur hann, umtalaður. Heyrðu í okkur Ingvar eða? Já, og það er spurning hvort að við séum að koma með hljóðið í þetta. Er einhver hljóð að koma? Já. Hvort við heyrum bara endurkastið af okkur. Ég heyri ekki neitt í ykkur, heyrið þið í mér? Já, núna. Við heyrum í þér. En ekki. Já. Þú ekki í okkur. Það er rosa leiðilegt að taka viðtölu um mann sem heyrir ekkert í okkur. Þá er spurning hvort að tæknimaðurinn okkar telur að sé að fara hljóð til Ingvars. Við heyrum nefnilega í þér, Ingvar. Já, sendu hann skilaboð. Ég hingra bara. Við heyrum í þér. Ef ég segi þetta oftar haldið hann heyra það. Þannig að við höldum bara áfram að Ingvar er ekki að heyra í okkur. Hann allan lítur ekki út fyrir að vera mjög þreyttur eða sveittur. Sko spurning hvort ég hendi hann skilaboð sig ef við heyrum í honum. Þannig að Bara bíður. já. Bara ekkert að borða með það. Við erum að taka á hann matatímann. Herri, ertu með símanúmerið á honum? Ég er bara með hann á... Ég þarf að svæfa eftir 25 mínútur, þannig að við hljótum að ná þessu. Ok, við hljótum að ná þessu, ok, gefðu okkur smá, Smá break. smá break. Ég veit að sjá hvort ég... Ef við hringjum þá í Ingvar þannig að hann geti allan heyrt spurningarnar okkar. Já, einmitt. Það er spurning hvort að rofni sambandið við hann. Er hann frosin? Brausa. Já, nei, líklega gengur ekki upp að við sem hringjum líka og... Nei. Ég var enda að koma með símanum hans. Ok. Frosin? Við erum ekki alveg góða græður á háum hanni. Af því að þetta er nefnilega virkað allt saman áðan þegar við vorum að pröfa þetta. Já. Heyrðu eitthvað í okkur núna Ingvar?
Nei, það heyrir ekki fyrir síðan. Þetta ekkert voðalega gott sjónvarp sko, en hérna. Nei, þetta alls ekki gott sjónvarp. En ef þið farið ekki hérna, ég ætla að þessa röltin, en við sko, já, aðeins að tala við tæknumann. Það er að ræða tæknumanninn. Ég ásæði tökum þá bara spjallið og hérna heyrum ekkert í Ingvari. Nei, hann bara þarna. Já, en svo kom inn að það náttúrulega spáði Ása fyrir að Ingvar myndi vinna, sem reyndar ekkert, getum ekki sagt að það hafi verið sjokkerandi spádómur. Nei. Enda albesti hjólur okkar síðustliðin áratug eða meira. Ég veit. Við getum að tala hvað Ingvar sé orðinn gamall, hann vill ekkert, við ræðum það neitt. Nei, ekki nefnilega það. Þannig að hérna, en hvernig fannst þér að horfa á þetta hérna í salnum með okkur, Ása? Þetta var bara mjög skemmtilegt sko, áhugavert sko. Þetta er alveg gaman að fylgjast með þessu, finnst mér. Já, þetta er svona, eins og við ræddum kannski í áðan, þetta er svona, þetta gefur fólki sem kannski hefur ekkert brjálan áhuga á hjólreiðum tækifæri til þess að horfa á og þessi keppni var 43 mínútur held ég að það verið tekið að klára. Og maður getur alveg gert margt leiðilegra í 43 mínútur heldur en hort á eina Swift-keppni. Já, einmitt. Þannig að þetta er svona kannski svipað eins og cyclocross-keppnir sem varst að koma inn á þannig að þetta er svona, tekur ekkert mjög langa tíma og það er þetta, og er svona áhorfendavænt. Já. Maður sér náttúrulega, maður getur, fyrir tölunörd er þetta sérstaklega áhorfendavænt að þau getur séð allar tölunar. Eins og við sáum í keppninu áðan bara þegar við sjáum leið og kannski sérstaklega í B-flokknum þegar hérna Martin tekur endarsprettin. Endarsprettin sko, já, það eru ágætis tölur sko. Já, gaman að sjá hvað menn eru að vatta. Einmitt, það er mjög áhugavert sko. Það er hérna... Það gerir þetta svolítið svona skemmtilegt að geta að sé þetta og eins og segið, þú veist, þetta verður svona eins og öðruvísi dýnamík. Já. Þú veist, þetta er í rauninni allt annað og þetta er, þú veist, svo er það líka bara þannig að þetta er smá, það er ákveð skill að gera þetta. Já. Að vita hvernig maður á að keyra og taka á og svona og hérna. Og það sem er náttúrulega áhugavert við þetta, við erum náttúrulega að sjá þarna í þessari keppni, við vorum með það sem við kannski getum tala um svona 3 elitu hjólar í karlaflokki sem eru þá eins og Ingvar og Eyja og Kiddi og það er bara einn af þeim sem kemst á pall sem er mjög áhugavert. Við erum hérna með algjörlegt nýtt nafn sem er Jóhann sem hefur ekki sést áður sem sýnir líka að þetta er öðru heldur en kannski hjól úti. Já, og þetta er allt annað. Þetta er náttúrulega styttra, þú þarft ekki að halda eins lengi, þú þarft ekki að vera minnst gott endurance í þessu eins og Já, og þú veist, þú þarft ekki að kunna beygja eða skilur, þú þarft ekki að vera með ákveðna tekni og þú þarft ekki að vera í hópnum og þú veist, þannig að... kunna halda þig í pelotonni og allt þetta sem fylgir þegar þú ert komin út, sko. Já, en á móti kemur að þarna þarftu samt svona áttaði á því, þú veist, hvar þú fær skjól í hópnum og svona, þetta er bara ákveðin, þú veist, þetta er tölvuleikur og þú þarftir að læra kannski svolítið að spila hann til þess að geta tekið þátt í þessu, sko. Á brekkunum og allt þetta og náttúrulega fyrir það sem hafa ekki prófað Swift, þá er þetta náttúrulega alveg magnað forrit og ef þú hjólar þetta á trainer, til dæmis, sem er svona interaktífur og þá er rauninni trainerinn að fara, þegar þú fer í brekku, þá þyngist, þannig að þú ert að skipta um gír og létta jafnvel. Það er bara mjög skemmtilegt, sko. Já, þetta er alveg, það er aðeins öðru svo út í 8-hjólum því þau eru ekki að... Þau gera auðvitað það ekki. Þau gera það ekki, sko. En svona þessir smart trainerar eru ótrúlega góðir og skemmtilegir, sko. Algjörlega. Herði, það er nú bara þannig að við náum ekki að tala við Ingvar með hljóð. Nei, það er verra. Það er verra. Þannig að við vorum búin að pröfa þetta fyrir útsendingu og það gekk allt saman svo vel hérna áðan að það hlýtur nú eitthvað fórskeiðs, við erum búin að finna það þá núna. Og bara Ingvar, við byggjumst velvirðingar á þessu, takk fyrir að vera til í þetta, en hann leit ekki út fyrir að hafa verið að sigra hjólakeppni. Nei, leit ekki út fyrir að hafa verið að hjóla. Það er bara nokkuð gott, sko. Já, valla sveittur fannst mér og svona. En hann var nú, miðað púlsinn hjá hann var hann alveg, en það er Ingvar ekki orðið miðaldra. Hann er ekki á miðaldra. Þannig að hann var alveg með háan púls. Já, með háan púls, sko. Já. Og eins og sé, það er alltaf sem við gamanlega hjá okkur geta fylgst með. Við erum að geta séð allar þessar tölur, við erum að sjá vöttinu, við erum að sjá púlsinu og fleira. Kartensinn. Og kartensinn líka. Þannig að maður er með þessar tölur sem maður fara aldrei í götuhjólamóti
ekki einu sinni þegar það var Tour de France svona nákvæmt, sko. Nei. Nei, bara rétt smá stundum, það sem þið setja eitthvað. Já, og oftast er það bara eftir keppni. Já. Ég myndi ekki meðan þetta er. Þannig að, en hérna, þetta var skemmtileg braut fyrir þessa keppni. Ekki kannski fyrir alla sem voru að keppa í henni, en hérna, hún gaf mikla möguleika. Við vorum að sjá það þarna í þessari keppni að áður en Ásgautur hans Davíðs datt út, að þá voru komnir 3 í break. Já. Og hérna, sem toppinn að síðan að brúa í, sem var ótrúlega vel gert. Það var ótrúlega vel gert, sko. Hérna, mjög vel gert. já, af því þeir voru ekkert að slá neitt af, sko. En greinilega það hafði ykkur áhrif af því hann hafði ekki síðan að ná Jóhann hann í lokin. Ég veit ekki hvort að það var að... Nei, það hlýtur á eitthvað tekið úr. Já, taka þessa þetta var alveg, hann var alveg smá tíma þar sem hann var að, þetta var ekki ykkur nokkra sekundur, þetta var nokkra mínútur sem hann tók. Það þurfti alveg að hafa byrjað að vinna þetta inn, sko. Já. Það var mjög áhugavert, sko. Og það er alveg erfitt að brúa líka Swift eins og í úti. Já, mjög erfitt, sko. Þú ert að fá gain af því að vera í pelotóni. Einmitt. Já. Og fyrir það sem eru að prófa þetta, að því maður getur hjólað svona hóp á Swift með svona, hérna, kalla undan, svona EA-gaur. Já. Að maður getur alveg fundið það líka við, sko. Þegar maður lendir að nópa að þú getur lækka vöttin og vera að halda sama hraða, sko. Finnur alveg fyrir því, sko. Þeir eru búin að setja þannig upp að það er það sem gerir þetta einmitt skemmtilegt, sko. Já, eini galli sem ég reyndar heyrt á Swift er í þessum keppnum að hérna, það er stærðin. Já. Að sem sagt, menn hafa verið að lækka sig í hæð. Já. En það er náttúrulega ekki skýrt að vera með rétta hæð. Já, en það hefur ekki nefnilega verið eins skýrt í reglunum, þannig að sumir eru bara 1 metr á báða vegu. Já, það er miklu meira þyngdin sem fólk er að spá í þetta. Já. Og ég heyrði einhvern kvart yfir þess að menn voru oft frekar lágvaxnir. En kannski, veistu, vel ungir samt, sko. Já. Það var að því að þú tekur á það meiri vind eftir sem að herri, sko, en ekki breiðari. Það var mjög skemmtilegt. Áhugavert. En svo hvort að mótstjórn muni síðan kalla eftir einhverjum þyngdartölum. Já, það er áhugavert. Ég veit ekki hvort það hefur verið gert hingað til í bikarmótinu. Nei, Tómas verður að svara fyrir það. Já. Eða Hallgrímur. Já. Þannig að hérna, en þetta var ótrúlega gaman og skemmtilegt og sérstaklega fannst mér gaman hvað B-keppnin var spennandi. Það var áhugavert, sko. Já. Hefur við eitthvað að fara að fjalla stelpunur þá? Það er ekki næstar dagskrá? Það er nefnilega næstar. Það er hérna 16 mínútur, rúma 15 mínútur þar til þær byrja. Við erum með töluvert færri þátttakendur þar, en engan síður mjög spennandi. Já, þetta er áhugavert. Sko, kvennakeppnin síðast var náttúrulega bara, ég held að púlsinn í okkur hafi farið upp bara jafn mikið og hjá Bríett, sko. Já. Að við varum svo spennt, sko, sem endaði í endarspretti, var það ekki Bríett og Silja sem voru í endarsprettinu í mann rétt. Og já, bara kláraðist þar bara á síðustu 20 metrunum. Já. Og þessi braut náttúrulega það er náttúrulega að hjóla sömu braut, sömu veilindarstrákarnir. Og ég get trúið að þetta eftir að vera mjög spennandi og áhugaverð keppni. Alveg líklegt að það væri þarna 3 ár, skilji sig frá hópnum snemma, að þau sáum það gerast í köllunum. Já. Að Hafdís, Silja og Bríett verðum einhver læti í byrjun. Já. En síðan er spurning, hvert er gameplanið hjá þeim? Ætlar einhver að reyna að gera svo yngvar? Já, slíta sig frá og fara snemma. Já, og þær eru allar líklega til þess, sérstaklega þessum 3 þarna. Hafdísi, Silja og Bríett, sko, því þær eru allar getuna til þess. Já. Þannig að það verður mjög áhugavert. Það verður áhugavert, þú veist, maður veit að hinnar eru í mjög góðu formi líka. Þessar, bæði Sóley, Björg, Júlía og Sara. Já, það er bara þessar sem eru feitleitra. Já, Sara mæta. Já, þetta er bara heildin yfir þá þetta byggastig sem hafa safnast og þær sem eru bóldaðar þarna. Já. Þannig að Júlía og Sara, já. Þær eru bara þær sem mæta. Þær eru þær sem mæta í dag. En sko, já, hún er þetta úti. Júlía er þetta á tenni. Já, einmitt. Já. En maður sér, þú veist, hérna í endurtekna sögu í A og B í bikar. Já.
Þú veist, er þetta að fara að raðast eins niður? Þannig erum við ekki með neinn aukanöfn, svo maður kallast, eins og var í kallaflokknum, þar sem hefði getað haft áhrif á innbyrðis baráttu bikar. Algjörlega. Og þarna ekki búið að klára bikarkeppnina. Nei. Af því að það það lítill munur, þá var meiri munur hjá körlunum, þó aðeins minni í B-flokkunum, en þarna náttúrulega það búið að vera sama röðun. Alltaf fyrsta, annað og þriðja hafa bara verið svona nánast það sama. Þannig að við sjáum til þess bæði eins og í bara A-flokknum, þá Bríet náttúrulega með 100 stig og Silja með 80. Þannig að ef Silja vinnur og segjum til þess að Hafdís komast á milli. Já, Hafdís og Sóli fara á milli. Já, þá gæti það haft áhrif. Já. Á bikarmótaröðinu líka. En samt sko, já, ef hún fer í fjórða, þá fær hún, þriðja sætið 32 stig. Já. Þannig að þriðja sætið nóg. Af því að ef Silja myndi fá 50 stig, þá er hún komin upp í 130. Já. Svona er ég fljót að reikna. Já, ég ekki svona fljót að reikna, sko. Nei, ekki aldrei. Þannig að Já, þetta áhugavert. Þetta verður skemmtilegt. Þetta verður spennandi. Síðan spurning þá nú eiginlega samt í B-flokknum, þá nú eiginlega Valgerður búin að vinna bikartitilinn öll líkið nema að hún springi. Já, hún bara hætti. Já, eða bara eitthvað gerist. Tenginguna eða eitthvað. Hún bara þarf ekki að, hún þarf bara að koma í mark. Já. Þannig ef Natalie að horfa, því ég veit hún var að træja líf og hún sé búin að kaupa sér áskrift af því hún þarna. Já, lendi ekki saman Davíð. Einmitt, það eins og það. Já. Ekki að taka það ákveð. Já, en sko Silja og Valgerður, þær hafa verið mjög jafnar. Já, það hefur alveg verið spenna þar á milli, sko. Og ég veit að Silja hefur haft mikið fyrir því að halda í hana Valgerði. Já. En Valgerður hefur ekki verið það sterk og hún hefur haldið í A-hópinn. Nei. Jú, hún var þarna í pelotoni með þeim í fyrstu keppninni. En síðan einmitt í þessari sambærilegri nema minna yktum hringu sem við erum að fara í núna, að þá hélt hún ekki. Nei. Þetta verður aðeins, þetta þetta svolítið krefjandi braut. En verður áhugavert að sjá hverju ná að halda. Já. Það er mikið að ná að halda saman, sko. Já, alveg spurningu segist. Þannig að ekki nýnefnt þarna, en við sjáum að Jóhann kom rosalega óvart í karlakeppninni. Þannig að mér finnst ekkert líklegt að það sé eitthvað sem kannski ekki beint að koma óvart þarna. En það verður mjög áhugavert að sjá, ég er rosalega spenntur fyrir að sjá hvernig A-keppnin fer, hver nær Íslandsmeistaratitlinum. Ég er alveg mjög viss það að Hafdís sé afskaplega fyrir eftir að tapa og lenti í þriðja sæti í síðustu keppni. Þekkjandi keppnisskap í henni. En hver vann í fyrra? Varstu það? Munið það? Bríet. Já, ekki? Jú. Og Bríet í fyrra, já. Já, Bríet vann í fyrra. Þannig að þetta verður. Þetta endar, sko. Já. Ég þori ekki að spá. Þú þori ekki að spá hérna? Nei. Mér finnst það erfiðara, sko. Ertu hrædd að móðga eitthvað? Nei, þetta sé bara að það eru allar í geggjuðu formi. Já. Já, við erum þetta, sko, ég var bara að sjá að Hafdís var búin að vera eitthvað veik í byrjun febrúar allavega. Já. Maður veit ekki hvort að hún sé búin að ná sér, það er spurning, sko. Það var ekkert mikið að sjá að því sett í síðustu keppni þó hún hafi ekki... Og sama með Bríet, hún var heldur ekki upp á sitt besta síðast. Hún hafði sjálf verið veik. En sko, síðan er sko Silja og Sóley, þar sem að þær hafa kannski fram yfir hinnar að þær eru að hjóla saman. Já. Já, þær eru saman í... Þær eru saman í rými. Rými, já. Sem að er alveg óbúðslega mikil hvatning, ef önnur er lakari eða eitthvað, að það er að kallast áfram, sko. En þær eru saman í kjúbliðinu og er eina liðið í raun og veru í keppninni, eins og við komum inn á áður. Já, einmitt. Og svo bara, ég held að Björg sé upp í sporthúsi. Já, upp í sporthúsi. Þegar hafaðalega blíkarnir hafa verið að hittast þar og Björg hefur verið það líka. Og þá náttúrulega ertu með hvatningu frá hinu líka. Þannig að Silja og Natalia, ég veit þetta, ég held að Silja hafi nú verið heima, en Natalia var alltaf upp í sporthúsi síðast. Ég man ekki með Guðrún alltaf sí. Ég held að það væri rosa gaman einhvern tímann ef við gætum það væri svona næsta þróun á skrefi í þessu, það er að geta verið með fólk
í sama rými í Íslandsmóti. Já, með sambærilega treinera og græjur. Já, sko, hugmyndirnar sem við höfum haft, af því við höfum tekið svolítið hérna forskot á þetta í Tinda að halda þetta, að það er að klára bikarmótaröð og svo bjóðum við 10 efstu í hverjum flokki sem að, þú veist, eru þá, förum í Íslandsmeistaratitilinn og þau eru þá saman í rými. Sem að væri náttúrulega bara rosalega skemmtilegt að geta líka verið með myndavél á þeim sem að er að hjóla. Þannig að nú erum við ekki með þá sinn. Nei. Ég held að það væri mjög skemmtilegt, sko. Og það var líka, eins og við vitum í hjólröðu, þá ert alltaf að skoða líka andstæðinginn, veist, og menn hafa meira sér verið að leika, að vera búnir á því, veist, að vera með einhverjar geiflur eða bara með algjörlega straight face en þú ert alltaf að spá í, hvernig er viðkomandi, er hann að gefast upp eða annað, en náttúrulega þú sér það ekki á Swiftinu. Þannig að það er rosalega skemmtilegt líka að sjá það. Og við höfum náttúrulega svona þátt, að því við höfum verið að minnast á sjónvarpsþætti, þá náttúrulega eru hérna GCN-gaurinu með þátt sem ég man ekki hvað heitir, sem er svona raunveruleika þáttur. Mjög áhugavert fyrir fólk að fylgjast með. Það sem er að bjóða með, þetta heitir eitthvað Swift eitthvað. Swift Academy. Swift Academy heitir það. Og þar er bara geta menn komið með því að standa sig vel á Swift og fá síðan tækifæri til þess að verða prófhjólarar í atvinnumannaliði. Og ég held einmitt að það hefur oftast verið liðið hans hérna Van de Poel. Já, þetta eru alltaf, sko, var þetta ekki alltaf Canyon hjá konunum? Eða þú veist hérna, Canyon hjá konunum og svo hérna Alpecin Phoenix hjá köllunum. Ég mæli með einhverju langar, þetta er hægt að nálgast held ég bara á YouTube held ég. Já, ég held að sé bara YouTube, sko. Það er rauninni það sem ég gaman við þetta er að þar byrjar þetta oftast á haustin og þá geta allir í rauninni verið með. Þú veist, svo ferðir bara gegnum einhverjar æfingar og keppnir og eitthvað svona, svo er bara valið og svo verður stærri. Svo fara það út að hjóla, sko, en það byrja alltaf inni og keppnin bara keppa inni í sameiginlegu rými, þannig að það er svona. Það er mjög skemmtilegt. Og náttúrulega líka, eins og við vitum að það er alltaf verið þess að hjóla, eigin hjóli á treinir, sem getur bara mismunandi eftir treinur líka hversu góður þeir eru. Viðbragðstíminn og svo framvegis, sko. Já, það er alveg munur, sko. Það er svona, að vera með góða græði gefur líka ákveðið forskot. En líka gaman að segja kannski frá því að við höfum verið að fá ágætis áhorf á þessar útsendingar hjá okkur, þar sem að komið og einnig endursýningar sem fólk hefur verið að horfa eftir á. Þannig að hérna, það er mjög skemmtilegt að við myndum að ná þessum áhorf. Það er bara rosalega gaman, Já, það var nú gaman að við minnist á það, því við erum með hérna tæknimann frá Rafíþróttasambandinu með okkur og hann var að tala að við séum á jafnvel að ná meira áhorf heldur en margar keppnir í rafíþróttum. Það er bara til gaman, þannig að það er alltaf að segja að það sé áhugi fyrir þessu. Sem er hérna, bara ef ykkur á RÚV er að horfa eða eitthvað. Það er Stöð 2 Sport. Það er ýmislegt að gera. En síðan hérna, ef við kíkjum á þessa brautina, af því að nú kannski er ykkur sem er að koma inn til þess að horfa á kvennakeppnina, að hún er mjög punchy. Hún er, ef við viljum nota eitthvað íslenskt orð yfir þetta, að þá er hún, maður segir ekki hæðótt. Jú, getum við alveg sagt hún sé hæðótt. Já, segjum bara sé hæðótt. En brautin sjálf er 10,8, þess að hver hringur og farnir eru 3 hringir. Hækkunin er 204 hver hringur, þannig að þetta er yfir 600 metra hækkun. En lítinnið er ekki nema 30 metrar. Já, það byrjar bara strax. Byrjar eiginlega strax á klifurinu líka. Já, og við tölum að þið sjáum hérna, þessum á skjánum, þá er hérna ein brekka sem er bara svona kategóriserfið eða hvað þetta heitir. Sem er flokkuð sem brekka, það er fyrsta brekkan. Og það er kílómetrar og síðan bara beint upp. Og við sáum það náttúrulega í karlakeppninni að það var bara eftir 2 kílómetra var eiginlega komið svona hvernig þetta myndi þróast allavega. Já, þú veist, svona í stórum dráttum. Já, í stórum dráttum. Já, það varð allavega splitti svolítið fljótt á milli A og B, svo áfram, Þannig að hérna, það verður, við erum ekki með stóran hóp núna, þannig að það verður auðveldar fyrir okkur að lýsa. Já, en það erum við líka búin að vera hérna símalandi frá því klukkan 6. Já, þetta er að vera, við erum ekkert að tala meira í kvöld.
eða þannig ekki út vikuna. Nei. Þetta er allavega ekki 5 tímar. Þetta er ekki 5 tímar, en ég held að það séu vaktaskiptir hérna í Tour de það France. er reyndar, já. En við þurfum allavega ekki að fara að fjalla um hérna útsýnið og einhverja kastala og matarmenninguna. Matarmenninguna og flera. Nei, já. En sko, eftir að þegar við hefum lokið keppni, þá sem sagt munum við líka hérna komið útdráttarverðlaun frá styrktaraðilunum okkar, sem er Vítargó, sem styrkir þá útsendinguna og hún er í samstarfi við Rafíþróttasambandið, bara þannig að það komi fram alveg örugglega. En þessi hérna... Hvað er verðlaun svona svo í útdráttarverðlaun? Var það eitthvað ljóst? Það er karbblótir og endurance fuel fyrir bikarmeistara og Íslandsmeistara. Ok. Ásamt brúsum. Sem er svona sirka sem við erum með hérna á borðinu. Geggjað? Já. Já, sýnist það. Og þetta er svona nýtt merki á markaði og eru líka með gel og bör og alls konar. Og hvað er þetta að fá það? Vítargó.is. Ok. Þannig að það er á netinu. Já. En allan að þessi hérna keppni, það er náttúrulega styttist í að við færum okkur á milli og ég vona að við náum hérna hljóði inn á næsta vinningshafa. Já. En við ætlum aftur að gera aðeins upp hérna keppnina eftir þetta er búið. Já. Og fara síðan þá koma með endanlega niðurstöðu á hverjir eru bikarmeistarar og Íslandsmeistarar í öllu. Já. Þannig að hérna... Það er nóg framöndan. En hvað, þú þorir ekki að... Nei, eða þú veist, þetta er auðvitað sko, ef Hafdís er orðin góð og svona, þá er hún nú alveg líkleg til þess að gera árás þarna í þessari brekku, annarkvort hérna þessari fyrstu eða þessari bröttu. En svo er spurning hvort hún gera það í fyrsta hring, ég er ekki viss um það. Nei. Kannski þetta, já. Eins og Ingvar gerir. Gæti alveg verið. Og Ingvar hefur nú verið að þjálfa Hafdís, ég veit ekki hvort hann er að gera það í vetur líka, en þetta er svona spurning hvernig henni líður og hvernig hinum líður. Já, þarna, við sáum það náttúrulega að það er taktík, menn er að nota ykkur á taktík og það, í hinu keppnum hefur ekki verið, kannski ekki svo mikið möguleiki á því, það var aðeins síðast. Þarna getur alveg verið með taktík. Já. Og þarna getur, eins og við ræddum fyrir karlakeppnina, að það getur alveg verið möguleiki að vinna keppnina með því að taka break. Já, það er hægt að komast upp fyrir, þannig að... En okkur langar náttúrulega í endasprett. Já, eins og við sáum í B-keppnina áðan, það er aðeins skemmtilegra fyrir okkur. Það verður meira spennandi. Já, en nú ætlum við að færa okkur á milli. Þannig að við bara stillum yfir á tölvuskjáina og við færum okkur. Og þá erum við búin að færa okkur setauðun og við ætlum að fylgjast með keppninni. Við erum komin á ráslínu og það eru 15 sekúndur þar til þetta byrjar. Það eru 11 sem er 11, 8, 9. Passar það ekki við? Er það ekki 9? Jú, það eru 9, það passar. Þannig að það er allar mæta til leik sem að skráðu sig og nú eru það að fara á stað og það er bara keyrt á stað. Það er allar búin að læra þetta, það er bara all-in til að byrja með. Já. Hún Björg var sendið með skilaboð og sagðist hún væri heima hjá sér. Hún var ekki upp í sporthúsi. Ok. Hún vildi reynda að leiðrétta okkur og sagði að Hafdís hafi unnið í fyrra, en ég veit ekki, ég fór ekki að fullera það. Já, það gæti alveg verið. Við þurfum eiginlega bara að flétta því upp og hérna... Heyrðu, Þetta fer svolítið bara mjög svipað á stað eins og áðan. Það vantar, ég sé ekki Natalíu. Já.
það geti alveg passað. Já, Að ég við sé séu- að- að séu bara 10 í brautinni núna. Já. Ég ætla að ég sé hann ekki, þannig að það er allir allar, afsakið, í hóp. Já. Björg er aðeins fyrir aftan. Aðeins aftan, en nú nefnilega kemur brekkan. Og það er eiginlega bara eins og við tölum á hana, það byrjar á smá vegg. Þannig að nú bara sjáum við hvað gerist. En fyrir þessa brauta þá er bara, þú veist, þarf að hita verulega vel upp. Já, þú getur ekki mætt kaldur í þetta. Nei, og ekki eitthvað svona eins og oft í götuhjólum að þá sé að þetta byrja svona bara semi-heitur, sko. Hafdís vann í fyrra. Já. Já, þá leiðréttum við það hér með og þökkum Björgu fyrir leiðréttinguna. Við sjáum að það er hérna Björgur orðin aðeins eftir en annars er það allar saman, bæði A og B stelpunar. Fyrir utan, eins og sögum þá, virðist Natalía ekki hafa komið með. Á ekki að tengjast eða hvað það var ekki. Já. Björg og Guðrún eru fyrir aftan, annars er það í hóp. Silja og Valgerður hérna í fremurhópnum. Já. Það er engin læti hérna í fyrstu brekkunni. Það eru samt alveg að halda ansi góðu tempói. Já. Sjáum að það eru að halda hérna í kringum 5 vött per kíló. Já. Hvað, þú ert svo 4 minnuður, tekur eftir alls konar. Hvað voru strákarnir áðan á þessum, voru þeir ekki að Þeir voru aðeins ofar þarna í þessari brekku. Já, þeir voru að fara yfir 5 vöttin. Já. En kannski sérstaklega í brekkunni sem kemur semast númer 3. Þar vorum við að sjá það alveg fara upp í 6 vött per kíló. Já, hún er náttúrulega svo 4 brött. Já. En það eru samt ekkert að vatta neitt mikið larra heldur en strákarnir. Mér sýnist nú að Björg og Guðrún þau eru nú bara að vinna saman. Þær eru hérna líka fyrir aftan. Já. En á sama tíma, já. Silja og Valgerður eru alveg að halda við A-stelpunar. Já, og það verður gaman að sjá hvað það verður lengi. Já, og það gæti alveg líka bara haft áhrif á síðan hvernig keppnin hjá þeim síðan þróast milli þeirra tveggja. Já, milli Silju og Valgerðar. Og Valgerðar. Já, einmitt. Hvort það sé að sprengja sig eða eitthvað þýðinlíkt, það verður áhugavert að sjá. Já, þú veist, við sjáum að það eru allar að personal best, sko. Trukkurinn kominn á. Nú fá þær smá brekku niður og svo er aftur stuttbrekka, smá brekku niður og svo aftur brattabrekkan eins og kallum hana. Byrjar held í 20%. Já, en ég var eitthvað að reyna að leita því áðan skilgreind svæði sem hún gætir unnið inn power-ups í þessari braut. Já. Ég fann ekki, ég kannski leita ekki nógu djúpt á veraldavefnum að því hvaða hlutar af brautin er að gefa power-ups. Nei, mitt. Ef ykkur er með góða síðu þar sem hægt er að finna út af því, þannig að við séum nú kannski með það á hreinu á næsta ári. Já. En svona fyrir það sem við ekki þá fær maður power-upin þegar maður klárar ákveðin segment í keppninni. Já. Þannig að eins og þegar fóru hann upp á toppin á brekkunni sem voru að klára, það var klárlega segment og þar hafa fengið fyrsta power-upi sem sumur þeirra voru síðan að nota núna áðan. En já, þetta byrja bara vel. Þær eru þarna, hvað eru ekki 7? Já. Saman. Í hóp. Já. Svo bara aftur, já, hver hringur er rúmlega 10,8 ekki? Ekki rétt munið á mér. Já. Þannig að fyrir með 3 svoleiðis hringi,
600 metra hækkun í heildina. Já, sáum það alveg að menn voru alveg að því að það er svo mikið brekkum þá náttúrulega er vattatalan aðeins hærri heldur en var í síðustu keppni. Eðlilega þarf þetta bara að eyða aðeins meiri orku í brekkunum heldur en á flattanum. Svo er það náttúrulega svolítið misþungar þessar stelpur sem að við erum með þarna í þessum hóp. Já, Þannig voru að fara inn á þá umræðu eða? Já, við getum reiknað þetta út hvert þið er. Ég veit það. Já, þannig að munar þyngdina í þessar brekku og svo náttúrulega, og svo einmitt upp og niður. Já. Og við sáum nú Martin áðan vera bara að taka sig inn niður á stöngina af því að hann er bara það þungur að hann er að láta sig renna niður en að halda samt samaður í við Rögnvald. Einmitt. Þú veist, sem að ég reyndar ekki alveg viss hvað hann er þungur en hann er alveg klálega léttari heldur en Martin. Já. En nú er eitthvað að byrja að rifna í sundur. Já, sjáum að Valgerður er komin og Silja eru dottnar aftur úr. Nú náttúrulega eru í B-flokknum. Já. En hinar 4 eru þarna allar saman. Við sáum að það er Sóli sem er að nota núna Power Up. Okay. Sem er trukkurinn. En þeir eru að fara niður brekku. Já. Þetta er bara hreinskipting. Þær eru þarna 4 fremstu úr A. Já. Og svo Valgerður og Silja. Samt pínu áhugavert sko að þær voru að halda í þær upp brekkuna. Já. En það greinilega hefur tekið bara dálítið á. Já. Þannig að þær náðu ekki að fylgja niður. Já. Og svolítið svipað og við sáum í síðustu keppni að þú veist að þær héldu í smá stund. Já. En svo kemur þarna einhver þröskuldur. Breaking point. Já, og hjá þeim báðum. Já, nákvæmlega. En ég held að þessi keppni verði mjög spennandi. Ég held að já. Já, ég held að keppninu fyrsta seti verið meira spennandi þarna heldur en í karlaflokknum. Já, ég held það. En það var Ingvar hann ekki með tæpa mínútu á þá. Jú. Toppa og Jóhann. En það var alveg spenna annarsæti, það kom alveg þarna smá í lokin sko. Já. Og svo náttúrulega í B-flokki, kalla. Já, og mjög mikil spenna í B-flokkinum. Já. Og það, ég held að veri bæði spenna í A og B hérna líka. Já. Það verður spenna milli Silju og Valgerðar. Já, alveg klálega. Þannig að þetta fer bara svona, ég ætla ekki það er móðgun að segja að þetta fara rólega á stað, en það er alveg að keyra, við sjáum það líka bara á púlstölunum. Já. Nú ætla ég ekki að tala neitt aldur, ekki þetta þá grifið, mók ekki neitt. Þú veist þá bara að því að þú ert ekki beðin að gera þetta að ári. Já, veit ég ástæðana. Þegar mótanemnd hefur fengið athugasemdir við lýsendur. En þú veist það er bara... Þá var brattinn kominn sem er eins og við byrjuði í smá 20%, síðan er þetta... Alveg. Þetta er svona Nesjavallabrekka? Já, 15%. En vissulega spilar náttúrulega aldur alltaf inni. Við þekkjum það nú auðvun að við erum nú ekki alveg jafn spræk og fyrir 5 árum. Já, tala bara fyrir sjálfa þig, en jú, það er nú víst þannig. Nú er Bríett eitthvað aðeins að gefa í sínist mér. Já. Sennilega er nú bara að elta Hafdísi. Já, og er ennþá að skila inn. Þannig að en þetta er alveg, hún er alveg dálítið brútal þessi brekka, eins og hún byrjar stutt 20% síðan er að halda þessu sjá núna, þetta er 14%, þannig að þetta er svona stutt Nesjavallabrekka. Já, miðað við hvað þær er að skila þarna, þá þurfa þær bara mjög líklega að vera standandi á hjólunum til þess að ná að skila þessu. Já. Þær eru komnar yfir 5 vött per kíló. Algjörlega. Og í þennan tíma, þetta gerir maður ekki. En ég sé að Bríett er ekki standandi, hún er í 100 RPM. Já, ok. Ég finnst allavega mjög fróðlegt að sjá hann að vera standandi með 100 RPM. Talandi að hafa alla töluna, sko. En sjáum að Sól er aðeins að draga aftur úr og Silja er 2 sekundum eftir Bríett og Hafdísi. En Bríett og Hafdísi ætla að vera þarna alveg neck to neck.
En ég held að Silja náði þeim, sko, þú veist, ég held að þetta sé ekki upphafið að einhverju Nei, það er kannski sambandsslitum, sko. ólíklegra að sólin náði með því hún komin alveg 12 sekundum eftir. Já, við höfum líka séð að hún hefur svona, hún er kannski aðeins minni brekkumanniska. Já, heldur hina 3. Hina 3, sko. En Silja og Valgerður eru að halda, Já. Silja Rúnars og Valgerður eru bara að halda sér saman hana. Já, já. En mjög líklegt að allan eins og núna þá Hafdís og Bríet með þessar 3 sekundur á Silju að það mun ekki hleypa það er enginn sem fær eitthvað frí ról í smá tíma sko, það verður alltaf brugðist við ef einhver ætlar að breyka þannig að nú er þetta bara svona spurning hvor Ég held að það er verið að potandi í hver aðra alla leiðina. Ja, algjörlega. Ég held að þetta verði ekki Þetta verði ekki svona friendly ride. Nei. Þú veist, þegar það eru á leiðinni niður, það eru ennþá þarna í 4 metrum per kíló, þú veist, það er bara, ég held samt að Silja myndi halda þeim aðeins nær sér, sko, myndi ekki missa þér. Ég, aftur, lélegur spámaður, ég held að þetta væri ekki upphafað því að slitna í sundur, sko, en svo virðist vera. Það virðist vera að þær séu að ná, Hafdís og Silja séu að Hafdís og Bríet séu að slíta sig frá. Já. Þessi braut er náttúrulega líka þannig að af því að það er svo mikla brekkur í henni að þú einhvern veginn nærð ekki að trukka þetta jafn mikið. Eins og til dæmis á flötubrautunum þar sem að þú veist, myndir ná að setja bara trukkinn og dísilinn í gang, sko. Og brúa milli. Já. En við sáum náttúrulega samt Toppa gera það áðan. Já. Hann brúaði í hópinn, en það var reyndar sko, var það ekki bara svipum stað og þær eru núna? Hann var alveg komin einhverjum 8 sekundum eftir þeim ef ég mann rétt og brúaði það síðan á milli. En það krefst náttúrulega gríðarlega orku. Já. Þannig að þetta, og þær eru að auka forskotið á Silju. Já. Það væri reynda mjög gaman að hafa þær sko í sama herbygginu og hafa myndavel að þeim báðum. Já. Þessum 2 minútum. Já, það væri rosalega skemmtilegt. Af því að sko þær eru svo mikið keppnis. Já, það er það er aldrei gefið neitt eftir í þessu. Og veist, það er fyrirgefið ekki neitt. Ég kom að ég veit að Bríet verið brjáluð en því ég vann hann einu svona í Blálandsrautinni. Ok. Og var semst undan henni upp brekkur og ég held að hún sé ennþá brjáluð en það hefur hún aldrei, ég mun aldrei geta hjóla aftur næsta nálægt henni, sko. Var það þegar hún hjólaði í fyrsta skiptið eða? Ég man ekki, þetta var held ég síðasta Blálandsrautin sem var haldið. Blessuð sé minning hennar. Blessuð sé minning hennar. Það er synd en það er alveg skiljanlegt að hún sé ekki haldin. Já, það er þarna út á dollu. Út á dollu, já. En það er með klárlega með skemmtilegur hjólakemmum sem hafa verið haldnar. Já, þetta er náttúrulega svo mikill viðburður. Já. Þær eru að klára síðustu brekkuna í brautinni. Ok. Og þannig að þá þegar hún er búin, þá bara niður og eins og munum eins og voru að horfa á kallakeppnina þá kemur hún bara svona afleiðandi brekka niður og svo er smá vinstri beygja áður en hún kom í markið. Svo er hún bara byrjar aftur á brekkunum. Sko miðað við bara orkuna sem að fara út, hvort að þú veist einmitt að sé, þú veist hvað er mikið eftir til að vera með dólg? Já, nákvæmlega. Þeir eru að halda í raun og eru bara Þessum 4 vettum per kíló bara straight og... Já, það er rosa erfitt að vera þá að taka að skella í 7 vött per kíló eða eitthvað í brekkunum. Sko. Já, og halda svo aftur 4. Já. Ef þú hefur ekki náð að stinga af. Já. En ég held að keppnin í sumar verði mjög mikið þarna milli. Þess að taka? Já. Já, það er ekki ólíklegt. Ég veit nú ekki afskrifa samt Silju.
Nei. Nú. Síðan hefur nú alveg sko svo í kall út á fyrir bara næsta vetur að Ágúst þetta og Karin og fleiri sem eru nú vanar að hjóla inni, þær hefur nú alveg mátt vera að skella sér með. Já. Svo ég aðeins svona böggist í þeim. Herru, nú setur Hafdís á sig hjálm, eða ekki? Jú, ég á hjálminn. Og Bríett að elta hana. Þannig að hún fylgir fast eftir. Þú sérðist, það er ekki gefin þumlungur. Nei. Og þannig að þetta verður bara, ég ætla að spá því að að þetta ráðist bara síðustu metrunum eins og síðast. En við erum líka að sjá að Silja og Valgerður, þær eru þarna fyrir aftan, jafnar, þær eru tvær efst, þær eru þarna í B-keppninni. Já. Þær eru bara að halda saman, sko. Já, og Björg rétt á eftir þeim. Já. Já, Björg hún er búin að vera þessum 7 sekúndum á eftir Silju og Valgerði. Já. Þær eru að klára núna fyrsta hring, það er að koma hérna beigjan, það er eftir svona 100 metra. Já. Ef við höfum ég er búin að vera fylgjast með bara sikkori, þannig við sjáum þegar það er byrjað að pota. Ja, þetta er nú meiri 100, það var ekki 10,8, þetta eru 600 metrar hann eftir. Með að þetta sé rétt mælt, 10,8. Þannig kemur beigjan og þá eru... Og þá eru, rétt rúmlega 200 metrar, já. Þannig að fyrir endasprettin, að þá eru við með þetta á hreinu. Já. Hún er skráð 10,8, þannig að það passar hana. Þannig að þetta er aðeins lengra. Þetta er eftir beiginu er þetta rúmir 300 metrar sem eiga eftir. Já, að því að, já. Svo við vitum það eftir. Það er svolítið munur að hjóla sko 30 metra eða 300 metra. Fínu. Er þetta Silja og Hafdís? Já. Silja og Hafdís saman. Silja Rúnars og Hafdís eru að hjóla saman fyrir norðan. Voru þær ekki allar saman á æfingu bara í vikunni og Bríett með þau líka? Sá ég það ekki einhvers staðar á einhverjum samfélagsmiðlum? Það geti svo sem alveg verið. Bríett er náttúrulega að norðan. Þetta er... Við sjáum sko með sér þegar þeir eru að fara niður brekku, ekki það, veistu, við náttúrulega erum á Swift, en það er ekkert að slá af niður brekku. Nei. En við sjáum líka sko að Bríett þarf að setja þess meira út til þess að halda. Þú veist, nú voru það komna niður á jafnan sko, þannig að þá erum við að sjá aðra tölur. Og nú voru það að fara upp fyrstu brekkuna. Já. Já. Og þarna sérðu þau mitt að það er rauð lína í málbygginu. Það þýðir að það er segmentið byrjar þar. Ef ég man rétt. Þannig að nú er að sjá, nú er að fara sko seinni hringinn hvort að... Já, ég held að það er mjög bara að halda áfram að vera svona nekt og nekk. En við sáum að Silja er alveg búin að missa það fram. Hún er 17 sekundum eftir þeim. Það er minnst ólíklegt að hún náðum úr þessu. Já. Það er það. En þannig að þá, náttúrulega í síðustu keppni þá var það Silja og Bríett sem áttu endarsprettin og Hafdís var eftir. Já. Sko nú í Björgana og Valgerði og Silja. Já, einmitt, hún komið með þeim hann í hóp. Já, og Guðrún er þarna fyrir, Guðrún Valdís er þarna fyrir aftan. Já, og þá gæti hún alveg sko, ef maður svona hvetur Björg áfram og hún er að íta aðeins á Silju og Valgerði að ná Sóley. Sem er þá keppnin 4. sætið. Þá eru komnar á brekku númer 2. Það er ennþá, þær eru bara henda í ykkur 300 pluss vött hérna upp. Já.
Ég er nú hérna aðeins að flakka á millera því ég er nú bara að skoða vattatöluna, það eru nánast að sömu vattatölu. Já, er það? Já. Það eru báðar svona í kringu 330 vött þarna upp. Sjáum að Bríett aðeins að koma með svona 2 hjóla bil á milli. Ok. Þannig að þetta er orðið 1 sekúnda. Ég er á Hafdísi áfram, þú ert á Já, ég er á Bríett. Bríetti. Og það er nokkur hundur metrar eftir að þessari brekku. Og Bríett er að taka aðeins smá forskot á Hafdísi. Þannig að það er spurning hvort að Bríett ætli bara að... Svolítið snemma. Já, en eiginlega á svona svipum stað eins og Ingvar var á. Já. Þannig að við skulum sjá hvort hún ætli að reyna að halda þetta eða hvort hún hafi bara verið aðeins að testa lærin. Já, Hafdísi kom með trukkin á sig, Já. leiðinni niður, 1 sekúnda. Þannig að ég held hún ná henni þá núna, hún er ekki búin að... En að sjáumst það er að fara niður brekku og það er að halda 4 vöttum per kíló. Já. Það er svona til að sína fram aðeins, það er brekkunar er ekkert að gefa mann eitt á Swift. Nei. Það er ekki... En sko þetta verða átök í rúmar 40 mínútur fyrir þær ef þær halda svona áfram. Já. Þannig að það verður mjög fróðlegt að við fáum viðtal við aðra hvora þær eftir vantarlega. Já, allan að tæknimæðurinn pröfaði þetta og þetta virkaði eins og gerði fyrir útsendingu, þannig að þetta klikkar pottitt í útsendingu. Þannig að það verður þá mjög spennandi eftir keppni hvort við náum viðtali. Það verður önnur spennandi moment. Já, og Ingvar gefur mögulega kost á sér ef hann hefur ekki sofnað á meðan hann var að svæfa. Já. Herðu, Hafdísi búin að ná Bríetti. Já, þá, nú er það komnar í brekkuna. Já, þá spyrir hvort að hún haldi sko mitt momentinum og haldi áfram að hafa auka hraðan. Nei, Bríett kemur þarna strax á eftir henni. Sáum að þær eru á mjög svipum hjólum en mér sýnist að Bríett sé á mjög djúpar gerðir en Hafdís ekki. Ok. Heldur að hafi ykkur mikil áhrif í leiknum? Nei, ekkert svakalega. En mér þykir mér vænt það að þær skuli enda í sitt hvorum litnum. Önnur í hvítu og hinn í svörtu. Já, það hjálpar okkur aðeins að skilja á milli líka. Já. Og Bríett aftur svona aðeins að taka smá forskot þarna í lokin á brekkunni. Hún verður aðeins meira afleiðandi þegar það eru komnar yfir þannig hjalla. Hún aftur komið með svona sekúndu á Hafdísi. En síðan veit maður ekkert, Hafdís bara að spila ykkur taktík? Ég veit ekki. Nei, ég veit það ekki. Ég held ekki. Af því að þetta getur orðið svo dýrkeypt, sko. Já. Svo, nú kemur Hafdís fram með þeirra að Halli minnka örlítið. Silja og Valgerður ennþá alveg jafnar sko og Silja og Björgum komin með þeim þarna fyrir aftan þannig að það eru 3 saman. Já og ég er ekki frá því að það hafi verið aðeins að saxa á forskoti hjá Sóley. Það er 30 sekundur núna. Já. Og Björg geti mitt alveg grætt þarna á því að fá aðeins að vera í hópnum með Silju og Valgerði. Já, og sama með þær, þú veist. Já. Og svo náttúrulega spurning sko hvort að einmitt eins og í þeim hóp, hvort að þær hvort að Björg geti eitthvað haft áhrif á þeirra innri keppni með að gefa í og hvort hún sé að fara að draga eitthvað áfram og svo framvegis sko. Það gæti líka gerst sko.
En þetta verður bara mjög, eins og ég væri rosalega mikið til að sjá einbeitingarsvipinn að þessum tveimur hérna núna. Já, ég hef nú séð myndir af Bríett í átökum. Já, við fengið líka sendar myndir eftir keppnina af Bríett. Já. Það kunna að fara í þessa dýpstu dali, þessar tvær. Á hérna svarta djúpasvæðið. Já. Það er bestu forðast að fara í. Þeir eru ekki bara báðar á nákvæmlega hjólum, bara er mismundi gerðir, svo ég fari nú aðeins í nördaskapinu varðandi hjólin. Jú. Mér sýnist það. Já, mér líka. Bríett hefur ákveðið að vera í Aero meðan að Hafdís hefur ákveðið að vera í léttleikunum. Varðandi val á gjörðum. Gjörðum, já. Þetta er... Þær eru hálnaðar með keppninu núna. Já. Rétt rúmlega. Já, ef það er rétt rúmlega hálnaðar, já, þá er þetta 50 mínútum í átökum. Já. Þær eru ekki búin að slá af. Þær hafa valla farið undir 3 vett per kíló. Ég held að það bara er nánast ekki gert, sko. Nei. Þetta er mjög spennandi. Og það væri alveg gaman að heyra hvort það séu hversu nálagt FTP-inu sínu þegar þessi keppni er búin, sko. Já. Ef það halda þessu áfram. 23, 18, 17, 16 í Halla. Já, þetta er Brattabrekkan hérna. Já. Nesjavallabrekkan. Ástýrum. Og það virðist sem Bríett hafa alltaf svona aðeins meiri aðeins hraðar upp svona allan á brattari hlutin á brekkunum. Já. Og nú hendur Bríett í fjöður, þannig að það er spurning hvort að Bríett ætla gera eitthvað, hvort hún hafa bara átt þetta lagar. Já. Þurfa ekki að, en hún náttúrulega er að nota hana líka á hárréttum stað. Já, já. En mér finnst samt magnað að geta bara... 4 sekundur. Vá. En mér finnst samt magnað að geta bara ítt á takkan í þessum átökum sem að það eru búin að vera í. Já. Hafa annars vegar rænu á því. Já. Og hins vegar getuna í að gera það. Sammála. Er hún komin í 8 sekundur? Hún er komin í 8 sekundur Hafdís, þannig að Bríett er að hérna... Og 10 sekundur á hana. Hún er að Hafdís í staðin upp. Já. Sjáum að Kattir sem Hafdís, hún er pottið standandi. Já. Gæti mögulega hafa verið að setjast aftur og vera... Það eru nú 12 sekundur. Ég reyna að muna hvort þetta sé ekki bara á sama tíma og Ingvar tók á skarið í fyrir kallakefninni. Já, ég er ekki... Minnir það. Já. Þeir voru svona styrka hálfnaðir. En það er helmingur eftir keppninni. Hún er komin 14 sekundur á hana. Já. Þannig að það er spurning hvað Hafdís gerir núna. Það er náttúrulega já, það getur margt gerst þegar þú ert með svona brekkur. Þú getur sprungið. Já, en sko Hafdís getur aftur á móti, hún hefur þannig eiginlega, þú veist, þegar hún er komin þarna upp og hún getur sett undir sig hausinn og hún getur haldið. Já. Hún getur trukkað þetta, sko. En Bríett náttúrulega getur það líka og hún þarf náttúrulega bara að vanda sig að slá ekki af ef Hafdís leggur á stað í þetta. Já, og þarna er þetta náttúrulega sko forskota sem Bríett er komið með núna, hún náttúrulega sér alltaf Hafdísi, eins og þegar vorum að tala um munum að vera í þessu versus það að vera úti, að þú sérð ekki, þú þá verður að líta aftur fyrir þig og annað sem er að stefja þig. Svo sko getur verið með hérna aðstofamannisku núna sem getur verið að hoppa á aðra keppendur á meðan á þessu stendur. Algjörlega. Þannig að þú veist, ef til dæmis Hafdís eða Bríett, þú veist, eru að fylgjast með hver annari, þá geta þær verið að fylgjast með bara, þú veist, hvað er hún með í púlsinn og svo framvegis, sko, til þess að átta sig á því, þú veist, hversu mikið á hún að reyna að halda haust til þess að vera á undan, en hún meina, eins og Bríett er núna komin í 18 sekundur. Já. Það er orðið mikið munur, en við reyndar sáum í kallaflokkunum eins og Tobbi, hann náði að brúa líka eftir hann
Jóhann var síðan undan honum, ég held að Jóhann hafi verið komið með sko hátt í 30 sekúndur á hann, ef ég manni rétt, eða Já. 20, Já. sem endið, hann var bara held í 2 sekúndum eftir honum. Já. Þannig að það ekki, ég myndi ekki útiloka Hafdísi strax. Nei. Það er mikið eftir að keppni, hún er náttúrulega bara rétt rúmlega hálfnuð. Já. Nei, það er ekki hægt. Og síðan það líka oft þannig þegar maður er í svona keppni þeir hafa vita sem hafa lent í að þeir getur kannski liðið rosa vel og tekur á skarið, síðan kemur það í baki að það er einhvers staðar annars staðar í brautinni. Já. Eldspýtustokkurinn var ekki stjúpur og svo bjóst við, sko. Já, stundum segja lærin bara nei. Og enga samninga verið neitt það bara fari í verkfall, sko. En þetta orðið mjög gott forskot samt sem hún komið með, hún Hafdís á hana Bríeti. Nei, hérna Bríet komið með Hafdísi. Já. Þetta er ennþá töluvert jafnt þarna fyrir aftan og Björg er ekki að hafa áhrif á Valgerði og Silju. Nei, en hún er búin að minka, það er búin að minka mikið hérna í sóli. Jú, það er 20 sekundur, það var 30 á hann. Já, þannig að þá eru þær farnar að vera 3 þarna fyrir aftan að vinna saman. Já. Og þar gæti alveg náð Sóley. Já. Þar eru búin að taka 10 sekundur af henni núna. Já. Meðan við vorum að fylgjast með hérna Bríet og Hafdísi. 17 sekundur, með það þar. Já, og við sáum, náttúrulega kannski ekki alveg marka núna, hún er komin í brekkuna hérna, hún Hafdís, hún er náttúrulega með hærri vattatölu heldur en, Bríet, ég er alveg ruglaður. Já, við erum líka búin að vera talandi í 2,5 tíma stanslaust. Það er vel að sé vikið. Já. Við erum ekki einu svona þoglumælt. Ekki mikið. Þannig að þetta 19. Er Bríet búin með brekkuna? Er hún ennþá í brekku? Hún er ennþá í brekku. Hún á smávegis eftir á þessari brekku og þá er hún... Sko Hafdís er í 9% halla. Já. Og hún... það fer að vera þannig að Hafdís hættar að sjá í Bríet eftir smástund. Já. Það vitum við sem erum hérna hjóla, það er opaslega vont sálfræðilega þegar þú hættar að sjá. Já. Manneskinu undan þér. Já. Svo hef ég nefnilega líka heyrt sko að hérna það eru sumir sem að velja það að hjóla með mjög dauft afturljós af því að þá er erfið, þú veist að þá missir fólk fyrr sjónar að þeir sko. Þegar þú ert í keppni. Já. Nú er Hafdís hætt að sjá. Já, sko Bríet fann að fara niður en þess að hún er alltaf komin í 24 sekundur. Já. Þannig að Bríet er að auka forskotið. Já, þá Bríet sér fyrir á undan, hún er ekki að slá neitt af. Nei. Þvílíka átök. Ég er alveg pínu þreyttur bara að horfa á þessa vattatölu sem eru hérna hjá þeim sko. Já. Og kannski eins og segið munurinn á því að vera inn og úti að ég efast með að það var margir sem var að vatta sko 4 vött per kíló niður brekku ef þú verður úti. Nei, þú verður búin að spinna þetta út sko. Það er ólíklegt allavega. Já. Sko, það er tölulega munur á hjartslættinum að þeim. Hvað Bríet er í hérna... 170 Já. Og Hafdís 180. Já. Ég er aðeins að sjá hérna það er smá spenni hérna hvort að Björg nái Sóley sem er þá bara keppnin fjórða sætið í A-flóknum. Já. Það er svona 20 sekundur hérna og Björg er náttúrulega að græða því að vera í hóp með Silju og Valgerði. Sko Sóley er með 52 stig í bikarkeppninni og Björg með 44. Já. Þannig að fyrir sko þriðasæti færðu 32. Já, það er aldrei ná þriðasætinu. Silja Jóhanns er þar. Nokkuð örugg.
Já. Þannig að Það er rétt. mér Þannig finnst að þá er í boði 22 eða 26 Já, stig. þannig að það er nú ekki að breyta miklu þar Hrönn komin í reikniformúlu. Við erum að sjá núna að Bríett er að klára, hún setur trukkin á sig núna og er að komast í, nei, hún er byrjuð á hring númer 3, lokaring. Ok. Ég mistaði þarna hann fór í gegnum hliðið. Já, þannig að það skiptir raun og veru ekki máli hvort að... Ekki búið að byggja ekki hún að gera, en það skiptir máli hvort þetta er 4. eða 5. sæti hins vegar. Bara svona upp á sjálfstöðu og fleira. Já. Sæti er sæti. Já. Bilið er 22 sekundur og Bríett er að fara í fyrstu brekku. Já, Hafdís er ennþá á leiðinni niður. Já. Þannig að hún getur aðeins styðst sko núna tíminn á milli en það er þá bara í smá stund. Já, síðan bara spurning að ég sé hérna, nei, ég kíkti á vittlust, ég var að horfa á því að núna er allt í einu Guðrún Valdís komin hérna öfst. Já. Fannst mér eins og Bríett var að taka rólega upp. Vatnallunum eru bara lærri á henni Guðrún Valdís heldur en Bríett. En Bríett er ekki að slá neitt af. Ekki neitt. Nei. En það er brekka, en það er spurning hvort að Hafdís ætla að reyna að hún er búin að taka okkur 2-3 sekundur núna. Munurinn er 21 sekunda. Það er alveg skemmtilegt svona fyrir sjónvarpið, skilur að Hafdís ná henni. Já, það var gott sjónvarp. Það var gott sjónvarp. Já. Sem að hefur svolítið flakkað hjá okkur, gott og slæmt sjónvarp. Það er lillið sjónvarp. Nú sjáum við bílið bara haldast. Hún er byrjuð í brekkunum Hafdís. Tómas er búinn að reikna út hvað allir eiga að vera þungir í kallakeppninni. Já, ok. Þannig að það er spurning hvort hann fara að kalla eftir viktartölum. Þulir neita. Takk ekki þátt í slíku. Nei, við þurfum ekkert að gefa upp. Hann er þetta vona ekki. Nei. Við náttúrulega vorum reyndar í mynda á þann. Já. Alltaf gott að minna það að myndavélin bæti alltaf 5 kílóum og þá voru 2 myndavélar á okkur. Mér átti að vera mikið fleiri. Já, það voru alveg fleiri að inni, þannig að það getur verið að það eru allar bætt á okkur, já, jafnvel, já. 10-20. Herðu, ég sá að Hafdís er að hendi fjöður. Ok. Silja Rún hún er ekki dettan aftur fyrir. Þetta verður rosalega spennandi í B-flokki. Já. B-flokkurinn verður mjög spennandi. Og ég held að sé nú líka sérstaklega hvetjandi fyrir Silju Rúnars að hafa Hafdís hérna við hliðina á sig líka. Já. Það eru að hjóla saman og fengu myndir saman á þann. Já. Hvor í sinni baráttunni? Hvor í sinni baráttunni. Já. En við sjáum að Bríett er að auka forskotið á Hafdísi. Já. Það eru 28 sekundur. En það er Bríett ekkert að slá af. Nei. Og þær eru komnar í seinni hringinn. Nei, síðasta hringinn minna ég. Já. Og eru að klára brekku númer 2 þar, þannig að það er ekkert svona verða hálnu með seinni hún Bríett. Já. Þannig að nú er hún að fara niður. Nei, hún var að klára fyrstu brekkuna. Afsakið, ég var að rugla. Var að klára fyrstu brekkuna. Og náttúrulega kosturinn við það sem Bríett hefur núna að hún náttúrulega sér alltaf Hafdísi þannig að hún getur slaka aðeins á. Já. Og getur það alltaf brugðist við því ef Hafdís er eitthvað nálgast hana að einhverju ráði. En þú veist, já, það er 10 mínútur eftir, þú veist, ef við ætlum að horfa á þetta í tíma.
Já, 30 sekúndna forskot getur alveg verið mikið en það eru brekkur eins og ég og það, Já. ef lærin á Bríet eru, sem ég efast ekkert að sé í lagi, þá ætti hún alveg að hafa þetta. En það hefur komið fyrir að fólk bonkar Já, eða búið með træjalið sitt á svið já, eins og Davíð. já, það gerist þetta mjög snemma í honum. Já. Ef hann hafði sleppt í að hita upp á svitt, Já. þá hefði það líklega... Það hefði náð þessu. Já. Þetta er í fyrsta skipti sem ég er að sá Bríet fara að 3 vöttum per kíló. Já. En hún er líka að hjóla niður og er að fara núna í brekku nummer 2 sem er bara stutt og hún er ekki neitt sérstaklega brött. Þannig að ef Hafdís ætlar að gera eitthvað þá þyrfti það eiginlega Það þyrfti að fara að gerast. Já. Það er ekkert mikill tími til stefnu eða veganend. Nei, það eru 7 kílómetrar eftir, eru við ekki sammála því, allan að hjá Hafdísi, það er þarna, já, rétt tæp 7. Jú. Og hluti af því er niður, þannig að það er ansi fljótt að telja. Já, það er þarna og sko það er þessi brekka og svo er ein brekki viðbót. Eftir hana þá er þetta tiltölulega flatt og síðan ég held að síðustu 3 kílómetrin er eiginlega niður á móti. Já. Og þannig að tækifæri fyrir Hafdís til þess að ná Bríet er bara þá þessi brekka og svo brekka sem er bara eftir kílómetr, 1-2, sem er Brattabrekkan þarna, Nesjavallabrekkan. Já. Þannig að ef Bríet er með meira en 20 sekúndna forskot eftir þá brekku sem er mjög líklegt með hvernig þetta er að þróast núna, já. Þá er hún að tryggja sér bæði bikarmeistaratitilinn sem hún var nú svona nokkuð örugg með. Já. Sérstaklega sem Silja datt aftur úr. En að tryggja sér bæði Íslandsmeistaratitilinn og bikarmeistaratitilinn. Og hún er að bara auka forskotið, það kom í 40 sekúndur. Já. Og nú er bara eins gott að Jón Árna sé að tryggja allar nettryggingar og allt sé í lagi. Nákvæmlega. Það sé ekki klikki eitthvað á síðustu kílómetrunum. Þetta er ótrúlegt bil sem hún er búin að ná sér í, sko. Mjög vel gert. Hvar er hérna punkturinn sem segir að þetta sé búið. Að þetta sé búið. Svo lengi sem nettengingin haldi. Já. Það er, hún er að fara niður núna og svo kemur hann að stutta Brattabrekkan og ef hún er komin upp hana með þetta forskot. Já. Þá verður ekki hægt að ná því. Þá þarf eitthvað stórkostlegt að gerast. Já. Til þess að það verði. Þannig að mér finnst mjög líklegt að Bríet, nei hún er ekki að fara að gera það en ég ætla að spáði myndi slá örlítið á núna til þess að eiga smá inni fyrir síðustu brekkuna. Síðan myndi gunna upp síðustu brekkuna svona til þess að tryggja þetta en hún virðist bara eiga nógu eftir þannig að hún þarf ekkert að vera að slaka á. Nei. Ég var bara svona hvernig ég myndi gera þetta sko en það er ekki, já. En það er áhugavert þarna, við vorum að tala þarna B-flokkinn sem eru Silja og Valgerður, er ennþá að halda og Björg með þeim. Já. Og það er þarna, eins og ég, þar er séns á því að verði ykkur keppni milli Bjargar og Sóleyjar. Það er aðeins alltaf, það er komin niður í 15 sekundur munurinn á þeim núna. Já. Þannig að það geti alveg orðið smá spenna þar, 14. Fjórðasætið. Já. Og svo náttúrulega er mjög spennandi fyrsta sætið í B-flokkinum. Já. Nú er síðasta brekkan að koma sem er hérna byrjar í einhverjum 20% svona. Þannig að hvað gerir Bríet? Keyrir hún þetta fullu gassi eða?
Já, hún bara er hún er samt ekki að vatta alveg eins mikið og hún var að vatta áðan. Nei, en hjartslátturinn er komin aðeins neðar eða ekki en hann var. Jú, hún er samt að standa núna. Já. Sjáum það bara á snúningshraðanum. Það voru alveg að fara upp undir 5 vött hérna upp brekkan áðan. En hún hefur líka alveg efnað að þurfi ekki einmitt að gunna upp brekkuna meðan Hafdís þarf að gera það. Já. Og þá... Hafdís er ekki að gera það, sko. Hún er ekki, Nei, hún er á... hún er nú komin í brekkuna. Já, hún er komin í brekkuna, sko. Hún er núna í 13-21% og þú veist, og er að fara þarna upp brattakaflan. Og hún er ekki hún er ekki að, hún virðist ekki vera að gera sig líklega í að fara allan ná henni, sko. Nei, þetta er sénsinn þarna að brúa bilið aðeins í þessari brekku. En Bríet er bara ekkert að gefa neitt séns á því. Engan. Nei. En sko núna er Björg komin 12 sekundum. Á eftir Sóley? Já, 11, 12, 13, já. Þú veist, þetta er svona aðeins flaktir. Og Silja og Valgerður eru þarna með henni ennþá. Þannig að ég held að þær muni ná Sóleyju. Já, hann getur kannski ekki tvöfaldan endarsprett þarna í... Já. 4. seti og 1. seti í bíflokki, þannig að það er veisla, sko. Við erum alveg 4 hérna, hvað var það, 5 sem að tilhöru þá er það veisla. Er það svoleiðis? Var það ekki sagt í áramótaskaupinu? Já, það var 5 til þess að vera veisla. Já, en svo náttúrulega erum við með alla sem eru á, þú veist, á netinu. Já, fullt af fólki að horfa á okkur. Já, þetta er orðið stórveislu. Heyrðu, hún á svona cirka kílómetr eftir af brekkunni. Af brekkunni, já. Og eftir það er þetta annars bara afleiðandi niður í mark. Það kemur hérna smá bump. Já. Hvað sögðu, voru ekki 32 tæpir í endamarkinu? Minnir það. Við erum ásveitna með okkur, hún svona hjálpar okkur alltaf þegar við erum að segja ykkur vitleysu þá bendur okkur á það. Já, svo lítum við á hana og hún kikkar kolli eða svona. Bríet er komin upp og... Já, svo þannig að við erum bara að fara að fylgjast með þá núna. Hún er með 50 sekundar mun. Já. Þannig að hún getur aðeins fara að slaka á til þess að ná andan þegar hún alltaf komið vital til okkur eftir. Já, ef það tekst. Jú, það er textið á okkur. Já, já. Þannig að þetta eru svona einhverjir 3 kílómetrar eftir hjá Bríet. Hún er með 52 sekundar forskott. Eina leiðin til þess að það breytist er að netsambandið rofni. Já. Þannig að nú þarf hún bara að klára. Já. Mér sýnir Sóley aðeins vera að auka forskoti aftur á... Já, hún er að því, sko. Komið upp í 16. Já, hún er líka held ég örugglega þá komin í einhverja brekku þarna með vattatöluna sem hún er að skila. Já. Við fengum ekki endarspretti, en það var þetta braut sem var að bjóða upp á einhver svona break og læti. Og læti. Og hérna... En við náttúrulega fengum smá þarna, við fengum í B-flokki kalla, hann var spennandi. Og við erum ennþá eigum alveg vonað að B-flokku kvenna verði líka spennandi hérna í lokin, en við sjáum að Bríet er bara búin að vera auka forskotið. Já, þannig að B-flokkurinn í þessari braut, B-flokkarnir hafa verið að bjóða okkur upp á meiri spennu. Já. Þeir hafa verið betra sjónvarp. Þeir hafa verið betra sjónvarp. Nú er Bríet alveg að fara að nálgast þetta síðasta bump sem kemur þarna, sem er einhver smá brekka og svo er hún bara afleiðandi inn í mark. Ok. En veist, hún er ekkert að slá af þó hún sem komið með tæpa mínúti í forskot, þá er hún ennþá að halda 4 vött per kíló.
Heldur hún sé ekki að horfa á þetta að að hún ætla að ná heillir í mínútu í forskot í marki eða? Það getur verið að það sé Það sé komið, þú veist, næsta mark. Næsta markmið sé það? Já. Já. Allan að sé ekki með minna forskot heldur en Ingvar. Vann sína keppni, sem ég held ég myndi að hafa verið 57 sekúndur, ég man ekki alveg nákvæmlega hvað tíma var. Þannig að sjá þetta smá. Hún með þess að bara bæta í, sko. Já. Hún Bríet. Sko, Björg hún sér í Sóley. Silja og Valgeir eru bara rétt fyrir aftan hana og hún sér glitta í Sóley, sko. Það er komin inn í 12 sekúndur. Gætum fengið smá spennu þarna líka Í B-flokknum? Nei, þarna í fjórðasætið. Já. Þessum að Silja er nokkuð örugg með þriðasætið. Já. Hún er það. Og Hafdís er alveg næstu í 2 mínútum, 1,5 mínútu undan Silju. Og Bríet er komið með yfir mínútu. Hún er komið yfir mínútu. Á hún langt í mark? Nei, hún á, það er held ég kílómetr eftir. Ok. Rúmur meira að segja. Þetta er nær, segjum kílómetr. Við getum að slaka á núna meðan að Bríet er að klára þetta og undirbúa okkur undir endarsprettin hjá B-flokkinum. Já, ég er að fylgjast með þeim en ég með útsendingin er á þínum skjá. Já, við erum náttúrulega fylgjum Bríet hérna í marki þó hún... Já, hún er Íslandsmeistar. Ertu með svona, hvað heitir þetta? Konfetti? Já. Nei, það eru örugglega einhverjir hérna á marklínu sem sjáum það. Já. Ég hef búin að ræða við það. Hún er að fara niður og hún er ennþá að halda 4 vöttum per kíló. Þannig að hún er ekkert... Það er engin eitthvað slaki. Hún ætlar að klára þessa æfingu. Já. Á... Fullu gasi. Fullu gasi. Spurning hvort hún haldi áfram til þess að ná heilum klukkutíma. Já, spurning. Hún vil bara sýna að FTP sé þarna. Já. Ekki nú taki endarsprett Bríet. Það var gaman að sjá það. Henda í 8 vött per kíló henni í lokin. Já, hún er skemmtileg sprettari. Alveg feiki góður. Áttu nóg eftir í lærunum, Bríet til þess að... Já, getur þið sýnt okkur smá? Getur þið sýnt okkur. Hvað er mikið eftir? Sjáum hann að hún er að fara að taka vinstri begin og þá voru held í 300 metrar eftir í marki. Já. Hvað er af því ég er að fylgjast með B-hópnum, hvað er hún með mikið forskot á Hafdísi? 1,11. Ok. 71 sekundu. Sko, Björg er ekki að ná, þær er ekki að saksa það mikið á Sóleyju. Sóleyju, nei. Nei, þú veist og það er þarna rétt tæpi 2 kílómetrar eftir. Þannig að ég efast að það ná að vinna þessa 15 sekundur af því það eru búin að haldast það lengi. Bríet er komin í mark og er þá bæði bikar og Íslandsmeistari í Swift. Hjólreiðum. Til hamingju með Bríet. Við erum ótrúlega vel gert. Já, magnað. Ég er komin er ennþá á B-stelpunum og Björgu. Ég er komin hérna á Hafdísi, hún er að drilla sig í markið. Ok. Sko, ég held að geti spurning hvort að þið sé einhverjar leikbrellur hérna í B, hvort að önnur hvort þeirra eigi inni Valgerður eða Silja til þess að leggja á stað eitthvað. Já, það er spurning hvort við fyrir bara að setja yfir á þær. Já, ég með það núna að þær í loftinu. Það eru þær komin í loftið? Já, ég er að fylgjast með þeim. Ég er að fylgjast hérna með Hafdísi skila sér í mark í öðru sæti. Já, sjáum Hafdísi koma í mark í öðru sæti í A-flokki, gríðarlega vel gert. Íslandsmeistara keppninni. Já.
í Swift. Og hún er þá komin í mark. Og Silja þá að koma í mark í 3. sæti. Silja Jóhannes dóttir. Silja Jó. Já. Þær eru ennþá svo jafnar hérna þessar 3. Mætti halda þær væri að hjóla þarna bara saman, Silja og Valgerður sko. Þú veist, í sama rými sko. Já. Þær eru svo nýjafna búin að vera allan tíman sko. Já. Og þær eru þær hafa heldur ekki verið á einhverju dóli sko. Nei. En sko það virðist heldur ekki að verið eitthvað mikið rykkingar svona yfir þennan tíma sem ég er búin að fylgjast með þeim. Það hafa haldið bara svolítið jöfnu. Er það ekki halda svona í kringu 3 vött per kíló? Svona þess að ég hef kíkt á að það hefur verið í kringu það. Já, nú eru þær að leiðinni niður, hvort það er gefið eitthvað aðeins eftir. Já, það eru búna með brekkuna. Þannig að mér sýnist þetta stefni í endaspretti í B-flokki. Herðu, þú ætlar þá að... Fyrir ég þekki bara að fylgjast með Silju. Ok, þá ætla ég að vera á Valgerði af því að það er svona... Nú ætla ég að hvetja Björg áfram, það er ekki nema rétt 12 sekundur í sóli, þannig að... Já. Þú ert að Silju Jó. Ég er á Silju Jó núna, hún er að skila sér í mark í 3. sæti. Já. Ok. Og er þá að tryggja sér annað sætið í bikarkeppninu við mannrétt. Já. Þannig að ég er komin að Silju Rúnars. Já, ef við höldum okkur svona. Já, þá getum við séð. Já. Og það er ekki nema svona 400 metrar eftir. Já. Þannig að nú skulum við sjá hvað gerist. Sko, Björg minn alveg klárlega að taka þátt í þessum spretti líka. Já. Þannig að þetta er svona þriggja hesta sprettur. Já. Við sjáum það núna að það er svona, ég held að séu 200 metrar í beyguna eða 100 metrar. Svo er það 300 metrar eftir beyguna í mark. Já. Og nú er bara spurning hver ætlar að hvenær það taka leggst skarið. af. Við höfum séð það í þessum keppnum að sá sem er fyrstur að taka skarið, hann hefur náð að vinna. Já. Eða sú. Að hann að... Sko þær eru ekkert að slá af þá og spurning sko hvað Nei, það á að keira. Nú er að gefa í, þær eru allar. Silja fer á fullt, hún er komin upp í 11 vött. Já, Valgerður nær ekki alveg jafn miklu krafti. Nei, það ná ekki haldið á hana. Nær ekki þessu poweri. Nei, ég held að Silja er náttúrulega með hafnum á bækina sér. Hún er að reyna. Og Silja klárar B-flokkin. Já, og Valgerður. Gríðarlega vel gert. Þetta var rosalegur endarsprettur hjá Silju. Hún fór í 11 vött per kíló. 11,7, já. Næstu 12 vött per kíló. Þannig að já, bara geggjað. Þannig að við fengum endarsprett. Og Guðrún átti sér að skila sér mark líka. Já. Þá ætlum við bara, meðan við leifum síðust að skilaði sér í mark, þá ætlum við aðeins að koma fyrir frammi. Hoppa okkur næsta. Já.
Þetta var keppni. Já, þetta var gríðarlega skemmtilegt. Það var skemmtilegt, já. Og gaman að fá einmitt endasprett í B-flokkinum. Já. Og já, ótrúlega spennandi þar. En Bríet tók þetta svona nokkuð örugglega í kvennaflokknum, eiginlega bara eins og Ingvar gerði. Og þetta var bara nákvæmlega sama gameplan í raun og veru. Gerði þetta bara ótrúlega vel. Já. Mjög flott. Greinilega í fantaformi. Þannig að þetta var bara ótrúlega flott. Hún er þá bæði Íslandsmeistari og bikarmeistari í A. Já. Þannig að En hvernig endaði það í B? Silja vann núna, en Valgerður er bikarmeistari. Já, því hún hefur unnið síðustu 2, þannig hún var með 100 stig og Silja var með 80. Einmitt. Það hefði þurft ykkur að þarna á milli. Já, hún hefði þurft að hafa eina eða tvær á milli sig. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Það var ekki nóg að hafa Björgu þarna. Ég man sá reyndar ekki hvort að Björg var undan Valgerði. Ekki það skipti ykkur máli, en Nei, einmitt. Björg var náttúrulega í A-flokki. Það var Það mjög er búið að draga áhugavert. út úrdráttarverðlaun. Já. Viltu að því ég er með það hérna frá Svo er endilega. að það var semst lofað úrdráttarverðlaunum. Það voru 3 dregnir út hjá strákunum. Og það er semst Hannes Jóhannesson, Arnar Már Ólafsson og Eysteinn Elvarsson sem eru dregnir út. Og síðan var ein stelpa dregin út, ástæðan náttúrulega að það var bara mun færri stelpur, færri dregnar. Og það er Björg Hákonar sem var dregin út hjá stelpunum. Já. Og þau fá hérna einhver verðlaun sem þú ert með. Er ekki þetta? Hérna? Það er hérna endurhúsfjúl og, nei það var hérna, þeir sem að vinna fá karblótur og endurhúsfjúl, en útdráttarverðlaun eru karblótur. Karblótur, já. Frá Vítarsson. Áhugavert. Og Hallgrímur verður í sambandi við þau sem að voru dregin út. Já, keyrir þetta út næstu daga. En hérna, við erum að vonast til þess að við náum að tengjast Bríeti. Við erum búin að senda á hana hlekk og athuga hvort þetta muni ganga upp hjá okkur. En allan að þá er það staðist að það Bríeti er bikarmeistari í A-kvenna, Silju Jó kemur eftir henni og svo Sóley. Og Valgerður er í fyrsta í B, Silja Rúnars í öðru og Guðrún Valdís í þriðju. Já. Þetta var náttúrulega þessar 3 í báðum flokkum voru sem tóku þátt í öllum keppnum. Hafdís mista fyrsta keppnin í A-flokknum. Já, einmitt. Þannig að bara ótrúlega flott og skemmtileg keppni. Þótt að það hefur verið færri heldur en strákunum, við náttúrulega viljum fá fleiri stelpur til þess að vera með. En ótrúlega skemmtileg keppni í bæði A og B og sérstaklega í B-flokknum í bæði kalla kvenna þar sem það er bara ráðast á síðustu metrunum. Og ótrúlega flottur endarsprettur hjá Silju Rúnars í B-flokknum. Herru, Haldís er komin hérna. Nei, Bríet, ég er hans að rugglaður. Bara, þú veist, við erum núna búin að tala stanslaust í 3 tíma og erum enn að fá spurning hvort að Bríet heyri í okkur. Hún allavega tók á því, finnst mér. Já. Heyri í okkur, Bríet? Já. Já, við heyrum smá í þér. Til hamingju með sigurinn. Það var vel gert, til hamingju. Takk. Búin að ná andanum? Þetta var, já. Þetta spilaðist aðeins öðru sem ég átti von á. Ok, hvað var svona sem að koma þér á óvart? Ég held kannski að hópurinn er aðeins lengur saman. Ok. Bæði þá Sóley og Silja. Já. Og svo ætti ég ekki von á að stinga Hafdísi af þarna. Ekki strax allavega, það var ekki planið. Ég ætlaði að hann gefið sér 1 hring í viðbót. Þannig að gameplanu var ekki að fara í breykið þarna þegar varst hálfnum með hring nr. 2, eins og gerðist. Það veist, ég ætlaði bara svo sem að sjá hvernig það myndi þróast. Já. En en svo þegar ég sá að ég kom með einhverja 2 sekúndur eða eitthvað og ég veit alveg hvað 2 sekúndur þýða á Swift og svo þegar ég sá það stækkaði þá sagði ég bara ok, ég hef bara að keyra alla leið. Þannig að það var óvænt en skemmtilegt. Það er bara gríðarlega vel gert og við vorum nú að tala um það að þú slóst aldrei af. Þó þú verður komin með sko meira en 40 sekúndur þarna fyrir síðustu kílómetrana sko, í forskot. Nei, akkurat. Ég hugsaði bara að mér langaði bara að klára keppnina og taka Lúkusi sem
góðum, löngum effort. Já. Og það svolítið það sem ég hef verið að vinna í og það sem hefur verið minn veikleiki að ég mjög sterk í svona stuttum brekkum með mitt en hefur svo kannski stundum vantað að geta fyllt því eftir. Já. Og ég finn það núna að ég alveg töluvert betur því þannig að það skilaði sér þetta. Við vorum að velta því fyrir okkur hvort þú myndir taka þessa 10 mínútur, 8 mínútur auka bara til þess að klára fullan klukkutíma og þess að það er eitthvað svo leiðilegt hljóð hérna. Ég var með soundbox með ég var að hjóla. Í bókni. Vel gert. Hvað það eru? Ég náði því ekki. Já, við vorum að velta fyrir okkur hvort að þú værir að fara í auka 8 mínútur til þess að ná fullum klukkutíma á þessu efforti sem þú varst á. Nei, ég á reyndar að hjóla hálftíma en ekki á efforti. Þetta var, já. Við vorum orðin þreytt á að horfa á tölunar ykkar hérna í settinu sko. Þannig að bara gríðarlega vel gert. Já, takk fyrir það. Þetta var líka bara mjög frefandi sko. Maður sá það líka að það var alveg sama hvenær önnur hvor ykkar var eitthvað aðeins að gefa í eða eitthvað aðeins að stíga fastar. Já, fyrstu. Það var alltaf svörun strax á meðan þið voru saman. Já, þú veist maður bara, það má ekkert gefa neitt bil sko, þá verður þetta svo miklu erfiðara. Já. Og þannig að það sem maður græðir á sviftinu að maður sér púlsinn í einum, þannig að maður veit alveg svona aðeins hvenar hinn í erfiðri stöðu. Já. Ég sá það bara Hafdís og var með mjög háan púls og ég þekki hana ágætlega, veit svona þekki hana í púls sko, hún náttúrulega reynda með mikið hærri púls en ég, þannig að það blekki kannski þá hún sé 185 og ég 170, þá erum við bara í svipuðu ströggli sko. En hún með hærri púls, en á móti kemur og sá ég bara þegar hún komin inn í 185 eitthvað, þá veit ég að það full effort í gangi, þannig að maður sér það ekki út af götuhjólinu og það maður svolítið að lesa í annað. Já. Við vorum að ræða þetta í útsendingunni og síðan þetta ertu að flakka á Hafdísi til þess að sjá hvernig henni líður á meðan þú ert að hjóla sko, þannig að nú varst að segja okkur frá því að þú ert að skoða keppinautina. Já, ég var reyndar ekki með útsendinguna en ég fekk bara skilaboð. Já. En ég fekk bara tækið bara Hafdís 185 í púls, það var bara ok. Og þá kannski gaf ég í eða eitthvað, þannig að það var bara gott. Það er skemmtilega við Swiftið að við sjáum allar þessar upplýsingar og maður getur lesið í það. Menn náttúrulega þegar þú ert úti í hjólinu, þá ertu kannski meira bara að lesa í svipriði og eitthvað annað. Þannig að það er að leika, þú getur leikið úti sko, þú sért ekkert að drepast sko. Já. En þarna tölurinn að ljúga ekkert. Nei, nákvæmlega. Og síðan til að segja þegar þú komið svona forskot, þá getur alltaf, þá býrði líka alltaf, þú sérð alltaf þegar viðkomandi eitthvað að fara, þess vegna heldur kannski að þú myndir slá aðeins af sko. Já, akkurat. Ég hugsaði bara ég ætlaði að keyra svipa og hún ekki minna. Já. Veit maður aldrei hvað gerist, skilurðu, þú veist, þetta freynir nú sambandi eða það gerist eitthvað, skilurðu, ég ætla ekki að klúðrast á einhverju svoleiðis, þannig að... Eða áskuttir rennur út, eins og gerist þú sum. Áskuttir rennur út. Það gerist þér Davíð á það. Já, hvað gerist hjá hann? Kláraði hann 3 kílómetrana? Já. Krakki. Þetta er svona stundum. Já, Heyrðu bara innilega til hamingju með báða titlana. Já, takk. Bara ótrúlega vel gert. Geggjalega vel gert. Gaman að fylgjast með. Frábært. Bikar, já. Já. Takk. Þá held ég sé nú bara komið að lokum hjá okkur. Marathon-útsendingun okkar. Marathon-útsendingunni. Og spurning hvort við náum að gera meira á næsta ári. Allavega þá Swift keppnistímabilinu lokið. Já, nú bara styttist vonandi í Já, það er... að við förum að komast út. Já. Margir náttúrulega að fara út núna. Já, einmitt, mikið af æfingarferðum. Ég veit alveg að Blikarnir að fara út í næstu viku og sumir eru farnir. Í þessari viku ég fara út á föstudaginn, hópur til Kanari. Hákon og Júlía eru úti, það sem var Júlía ekki með í dag. Einmitt. Þannig að Já, þannig að það er smá ekko, það er búið. Já. Þannig að hvernig að Viltu lækka Jóningi á ekkónu, takk. Þannig að þetta er, en bara hrós til ykkar tindara að vera að standa í þessu,
þessari mótaröð. Þetta er náttúrulega, brýtur þetta upp og gerir þetta skemmtilegt. Bara frábærlega vel gert. Og hérna, eina sem kannski maður, sem við kannski ræddum hérna áðan og er gaman að félögin myndi fyrir að gera ráð fyrir þessu. Já. Og þetta verður þá kannski bara birt fyrr í keppnisáætlun. Þannig að æfingaprógram sé að stíla inn á það að fólk geti tekið þátt. Til þess bara eins og síðustu viku þá voru Blikar með FTP-próf á þriðjudegi og síðan keppnin á miðvikudegi. Já, þú veist, það hefði aðeins geta verið, þú veist, FTP-testi bara sett á keppnina. Já, einmitt. Þannig að verði þá kannski einmitt keppni með lengra bíl á milli og ég veit ekki hvort það væri einmitt áhugi hjá ykkur að aðlaga þetta inn í þjálfunarprógrammið yfir veturinn. Þú veist, ef þið Jú, eru örugglega, sko. Þú veist, ef við gefum þetta út með nógu góðum fyrirvara og svona. Jú, algjörlega. Ég held að það var Svo það samt líka bara þannig að, þú veist, svona keppni á líka bara alveg að vera hægt að stökkvinni þó að það sé ekki alveg, eða skilji, þetta er ekki það langt, þetta á ekki, þú veist, auðvitað tekur þetta úr, en þetta er ekkert, þú veist, þetta á ekki að þurfa að hafa rosa mikil áhrif. Nei, það er aðalega kannski að sé ekki FTP-próf daginn undan en Nei, daginn eftir. kannski ekki FTP-próf, en svo líka bara fyrir, þú veist, ef þú ert bara komst meður í prógrami og svona, þá er þetta bara svona einn liður í því að auka lót og það er bara allt í lagi, einmitt út af því að kannski, þú veist, fyrir suma er þetta skiptir þetta máli, fyrir aðra er þetta síkeppni, þá auðvitað er það bara eitthvað sem þú átt bara geta farið í þráttur og sérst þreyttur eða, skilju, eða þreytt. Þannig að, þú veist, þetta er bara, þú veist, sumt á maður líka bara geta stokkið inn í að þess að þurfa endilega að sé eitthvað planinu, skilju, eða þittir. En auðvitað mjög sniðugt að hafa þetta með góðu fyrirvara og svona. Já, bara að fá fleiri til þess að koma að mæta eins og við sáum kannski sérstaklega í karlaflokkuna sem eru bara að koma allt í einu bara einhver ný nöfn inn og sem enginn kannast við sko og eru bara að komast á pall sko. Þannig að það gerir þetta svona aðeins öðruvísi og skemmtilegt sko. Þú þarft ekki að kunna hjóla, þú getur alveg, þú ert með hjálpartæki alltaf ná, þannig að þetta er bara að spinna sko. Bara skemmtileg leið til þess að reyna á sig í frekar svona. En síðan er alveg gaman að sjá hvernig þetta skýlar sig síðan út í sumarið. Það verður greinilega mjög gaman að fylgjast með stelpunum í sumar. Það verður mjög áhugavert og ég heldur náttúrulega, við erum náttúrulega ekki búin að sjá, við náttúrulega mistum út Davíð. Það verður mjög gaman að fylgjast með Davíð í sumar líka. Ég er náttúrulega búin að vera úti að hjóla og sjá hvernig hann kemur í stórum mótinu heima allavega. Þannig að þetta verður örugglega, kannski þó að kannski þáttakan almennt sé að minnka, þá er keppnin kannski að aukast í þessum efsta styrkleika. Já, ég held að geta alveg skemmtilegt sumar, ef maður er að vona það. Og líka einmitt, þú veist, það er líka bara þannig eins og hjá allavega köllunum að þar voru slatti margir í B-flokknum, þannig að maður vonar að þeir skilir sér svo úti í B-keppnina líka og sama hjá konunum, það ætti alveg að vera hægt að auka og fá fleiri, þú veist, þannig að þetta verði svona skemmtilegra. Svo líka með ekki gleyma gömlum keppum eins og Þorsteini Bárða og Hafstein Ægir sem að virðast bara ekki ætla að eldast í þáttunum allavega. Þau slá ekkert af. Sko, þrátt fyrir aldur. Nei, og við myndumst á það hérna áðan, þeir tveir eru út að keppa núna á okkur gravelmóti út í Sahara og Hafstein þar í topp 10. Og myndumst á það, þar eru ekki gamlar, mér er þess að bara nýhættir í atvinnumennsku sem eru þar að hjóla með þeim sko. Þetta verður mjög áhugavert sumar held ég. Það verður skemmtilegt. Á þessu nótum þá bara takk fyrir samveruna. Takk sem að leiðis. Og takk fyrir að koma og vera með okkur í kvöld. Já, takk fyrir að hafa mig. Þetta var mjög gaman. Að fá nýtt input á þetta og samtalið. En við í Tind viljum bara þakka Vítargó fyrir stuðninginn, ykkur fyrir að horfa og væri gaman líka að heyra hvort að sé áhugi fyrir því að hafa þetta áfram í útsendingu. En þess að þetta er náttúrulega svolítið til þess að halda utanum og framkvæmt og svo viljum við líka þakka Rafíþróttasamband Íslands fyrir að hleypa okkur inn í þessa aðstöðu og gera þetta kleift. Að þessu sögðu þá ætla ég bara að ljúka útsendingu og þakka fyrir okkur.